Getur bæjarfulltrúar og gestir. 583. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómhöll 3. mars 2020 er settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Jasmína Sarnats, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson og sá sem hér stendur Jóhann Friðriksson. Fyrir fundinum liggja 9 mál á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar 2020, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. febrúar 2020, fundargerð lýðheilsuráðs frá 19. febrúar 2020, fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 19. febrúar 2020, fundargerð framtíðarnefndar frá 19. febrúar 2020, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 20. febrúar 2020, fundargerð barnaverndarnefndar er lögð hér fram frá 24. febrúar 2020, erindisbréf framtíðarnefndar er 8. liður á dagskrá og framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar sem er 9. liður á dagskrá. Við vindum okkur í dagskrána og orðið er laust fundargerð bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar. Orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir hefur kvætt sér ljós. Gjör svo vel, Halldóra. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Mér langaði bara aðeins að koma hérna upp undir fundargerð 20. febrúar öðru máli, þar sem starfsáætlanir voru lagðar fram. Mér langar sérstaklega að hrósa starfsmönnum sem hafa vandað vel til verka nú sem áður og tengti verkefni starfsáætlana vel við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og gildi sveitarfélagsins. Það verður mjög áhugavert að sjá öll þau metnaðarfullu verkefni sem þar eru talin upp verða að veruleika. Einnig 8. mál frá 27. febrúar, þá langaði okkur að lýsa ánægju með að tekin hafi verið ákvörðun að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hér í Reykjanesbæ, en það verkefni hefur verið ofarlega í huga okkar í Framsóknarflokknum og meirihluta og sérstakt tilefni að vera mjög ánægð með það að þetta sé orðið að veruleika. Orðið er laust. Margrét Sanders hefur kvætt sér ljós. Gjör svo vel, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Aðeins varandi það sem að Halldóra sagði, þarna áhugavert að heyra að það sé bara meirihlutinn sem að hefur áhuga á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, bara nefna það er öll bæjarstjórnin, þannig að það sé tekið fram. Það er sérstakt með þetta mál að nefna bara meirihlutann. En ég kem hérna undir 9. máli að úr fundargerð bæjarráðs, fundargerð bæjarráðs 1258. fundur og það er 9. mál og kemur ekki óvart. Þetta er fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskóla Suðurnesja og það sem að var í öðrum lið talað strætóferðið við FS og mér langar til að lesa fyrir þá sem er að hlusta hvað var bókað í fundargerð Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Rætt strætóferði við skólan en búið er að leggja stoppistöð við skólan niður en það hefur valdið því að nemendur sem nota strætó mæta margir og seint í fyrsta tíma á morgnana. Máli rætt og áhersla lögð á að máli verði leyst. Skólanefnd lýsi vonbrigðum með að ekki hafi verið haft samráð við skólan þegar breytingar voru gerðar á leiðakerfi og þær megi ekki vera til þess að nemendur skólans noti síður almenningssamgöngur. Nefndin mælist til þess að skólinn fái fulltrúa í frekari vinnu vegna skipulags strætóferða. Og tilvitnun lýkur. Ég vil vekja athygli á því að Helga María Finnbjörnsdóttir sem er einmitt fulltrúi í Öskinu hjá okkur eða umhverfis- og skipulagssviði er einmitt í téðri skólanefnd. Það sem að mig langar að nefna hérna er að við öll hér vorum sammála að það er farið í samráðsvinnu og þar var meirihluti og minnihluti sammála eða okkur fannst það og þetta fór í bæjarráð og við fórum í þá vinnu og ég veit að það er búið að kalla einhverja frá innra hverfinu í samráðsvinnu.
það sem að við viljum kannski leggja áherslu á að þetta tvíþætt. Þetta annars vegar lausn til skamstíma og við höfum verið að leggja áherslu á það í fjölbrautaskólanum þar sem við erum að tala að nemendum mæti og seint og fleira að fjölbrautaskólinn hugsalega kannski ef til vill, veit það ekki, þurfi að breyta sinni stundatöflu til þess að geta þarna eða koma á móts þá við nemendur þannig að þeir mæta réttum tíma. En það gjörsamlega að þeir bara geta það ekki á miðri önn eða neitt svoleiðis. Þannig að við hefum viljað sjá þetta annars vegar leyst til skamstíma og hins vegar til lengri tíma. Og að það verði sem fyrst hafið samráð við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þessi fundargerð er skrifuð 29. janúar og ég veit til þess að 18. febrúar síðastliðinn var ekki búið að hafa samband við skólan. Þannig að ég vil leggja áherslu á það aftur og við að það verði haft samband við skólan eins og tala var um. Orðið er laust. Fundargerðir bæjarráðs. Anna Sigríður var að veifa. Gerðu svo vel, Anna Sigríður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna undir annari fundargerð bæjarráðs 8. mál. Það er barnvæn sveitafélög, innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já, við erum mjög ánægð að hafa tekið þetta skref og allur minni hlutin er klárlega mjög ánægð með það líka. Sérstaklega þar sem að við erum heilsueflandi samfélag og þessi sáttmáli er mjög mikið í anda heilsueflandi samfélags. Það er margt sem snýr að heilsu barna og réttindu barna og það er bara örfá sveitafélög í landinu sem eru búin að taka þetta skref en þau eru komin töluvert á veg og ég held að sé nú Kópavogur sem er kannski komin á þessu ári í rauninni í þessi, það eru svo köllu 8 skref sem maður þarf að taka og þetta er líka bara gott fyrir okkur sem samfélag að svona á vissum tímum þá þurfum við að skoða hvort við séum að framfylgja sáttmálan og taka þátt í þessum skrefum og ég er alveg vissum að þessi vinna áttur að ganga vel. Takk. Friðjón Einarsson hefur hvað til þess. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem undir fundargerð bæjarráðs 20. febrúar, fundargerð 1257. Mér langar aðeins að nefna nokkur atriði þar. Það var þó kannski fyrsta lagi minnisblað sem lagt var fram efnahagsþróun á norðurslóðum en það var unnið fyrir okkur greinagerð fyrir starfshóp efnahagsþróun á norðurslóðum og það er að vera reyna að meta tækifæri fyrir íslenskt atvinnu- og efnahagslíf og þessi greinagerð var mjög góð og lítur að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og hvaða áhrif og Helguvík og hvaða áhrif þetta getur haft fyrir Suðurnesin og sérstaklega kannski Reykjanesbæ. En það hefur verið óskað eftir þessari greinagerð frá okkur og ég verið að hrósa verkefnastjóra atvinnuþróunar fyrir að bregðast hratt og vel við og gera þetta mjög vel. Það er ljóst að það eru tækifæri og við erum þegar í sambandi við hafnarstjórn og alla þá aðila sem koma uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli með ræða framtíðina og þessi greinagerð sem hér liggur fyrir þá hvet ég bæjarfulltrúa að lesa hana og komast þér inn í þau mál. Annars sem ég vildi nefna frá þessu fundi var skjal sem lagt á fram 7. liður Suðurnes í fjárlagafrumvarpi en það er samantekt og greining Sambandssveitarfélaga á Suðurnesjum. Það er nýbúið að uppfæra þessa samantekt fjármál ríkisstofnana á Suðurnesjum og bæjarráð bókaði sérstaklega hvatningu til Alþingis Íslendinga að gætt sér jafnræðis á milli landshluta þegar kemur að fjárveitingum til þeirra stofnana sem ríkið á og rekur. Þessi greinagerð, það er búið að senda hann á alla þingmenn kjördæmisins. Hún hefur líka verið send víðar í ráðuneyti og til ráðherra
og svo sem hér talar hefur rætt þetta bæði við ráðherra og við þingmenn svæðisins. Það var því ánægilegt að sjá það þegar að skrifa var undir nýja hjúkrunarsamning, nýtt hjúkrunarheimili þegar Svandís heilbrigðisráðherra var og skrifaði undir samningin sem við vorum nýbúin að samþykkja með Kjartani að bæjarstjóra, þá kom það þar fram að nýtt nú er verið að breyta úthlutunarkerfinu og reyna að taka til þeirra fólksfjölgunar sem hefur átt sér stað. En það kemur náttúrulega ekki í gang fyrir á næsta ári. En betur þarf en duga skal og við þurfum að vera dálítið hörð við þau okkar sem hafa aðilega þingmönnum að koma þessari greinargerð áfram. Ég hveti ykkur öll til að senda þessa greinargerð sem víðast. Það er að opna gluggi og við þurfum að vera dálítið duglega að ýta þessu áfram. Þannig að ég bið ykkur að halda áfram að berjast í því fyrir okkur. Orðið er laust. Bæjarstjóri hefur hvað sér hljóðsk, svo er bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að ég var að lesa bókunin aftur til leiðrétti mig ef ég fer rangt með, en í bæjarráði var umræðan þannig að menn voru að samþykkja að sækja erindi snerust við það hafa verið að hvetja sveitarfélög til þess að sækja við erum ekki búin að því að eins og ég skildi bæjarráð, það er ekki fært til bókar, að þá vildu menn vita hvað það þýddi að sækja og já, ég skildi það þannig og ég tek sem dæmi að Kópavogsbær er með 1 starfsmann í fullu starfi út af þessu verkefni og ég fagna því ef niðurstaðan er svo að sækja en við erum sérst ekki búin að senda umsókn því að við erum enn að taka þetta saman hvað það er hvað er eða möguleg kostnaður fylgir þessu fyrir okkur að ef við sækjum og ef við fáum aðild að málinu, að verkefninu. Ég vildi bara að þetta kemur fram. Nú varðandi Fjölbrautaskóla Suðurnes og Strætó, þá er þetta rétt hjá bæjarfulltrúa Margréti Sandes og hún ljáði máls að þessu í þessu sama bæjarráð á 50 og ég er búinn að koma þeim skilaboðum á framfæri við þá starfsmenn umhverfisins sem er að vinna í þessum samráði og ég veit ekki hvort þeir eru búin að setja sig í sambandi Fjölbrautaskólann en þeir ætlaðu að gera það. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja þetta máls. Baldur Guðmundsson, með hvað sér hljóðsk, svo vel Baldur. Já, vilja fórstu, góði bæjarfulltrúar og gestir. Aðeins að fjalla sem sagt það sem er brýning til þingmanna. Þetta er náttúrulega bara gömul saga að okkur vantar meira fé og gott og vel að senda þessar upplýsingar áfram en við þurfum líka að fylgja því eftir verkefni fyrir verkefni. Semst að sækja með þessu stofnunum sem eru, það er Keilir, það er HSS, það er lögreglan, þetta eru allar þessar stofnanir að vinna með þeim í að herja á sín ráðuneyti fyrir ákveðin verkefni. Ég held að það geti líka skilað ágætis árangri. Og svo finnst mér að athyglisverð þessi ábending frá Kjartani bæjarstjóra. Þá held ég að við verðum að leiðrétta þessa bókun eða hvort sem við gera beint í bæjarráðsbókunina eða núna vegna þess að ef maður les bara fundargerðina þá er eins og við séum að fara að taka þátt í innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þegar
það er bara verið að samþykkja að sækja um. Þetta er bara, þetta er bara mjög góð ábending og þetta orð dagsins er misvísandi skilaboð og við viljum alls ekki hafa þetta misvísandi. Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóðs. Svo vel Guðbrandur. Fyrsti, mér þótti það ánægjulegt að koma inn á Nesvelli í síðustu viku og fagna þar með fjölda manns að við værum að undirrita samningum nýtt hjúkrunarheimili sem er auðvitað bara stóra merkur áfangi í þessari heilbrigðissögu okkar og margir hafa komið að þessu og þetta er að skila okkur á þann stað að við förum að undirbúa byggingu 60 rýma hjúkrunarheimilis á þessu ári sem er auðvitað mjög ánægilegt. Það vakti líka athygli mína í orðræðunni sem að heilbrigðisráðherra hefur tekið þátt í bæði á Alþingi og líka bara í fjölmiðlum að menn eru loksins að sýna því skilning að það er ekki víst að menn sé að veita nógu miklu þjónustu hér á Suðurnesjum. Það gæti kannski verið að við þyrftum aukna þjónustu í hlutfalli við þann fjölda sem að hér býr. Þannig að, og þessi umræða var á Alþingi í síðustu viku og heilbrigðisráðherra sagði þar að það gæti kannski verið að þyrfti að fara að skoða það að byggja hér nýja heilsugæslustöð sem að eru þetta bara væri merkur áfangi ef að slíkt næðist. Við fengum líka heimsókn síðastliðinn föstudag frá Vinstri grænum og þar á meðal var forsætisráðherra. Mjög skemmtilegur fundur fyrir okkur sem mættum þar. Þannig að, og þar heyrði maður ekkert nema bara velvilja í garð okkar, þannig að maður vænti þess að það sé eitthvað framundan sem getur vekur okkur bjartsýni að við fáum að sitja við sama borð og aðrir landslutar. Nú varðandi þetta 8. mál sem að hér hefur verið til umræðu barnvænt sveitafélag, þá er það alveg skýrt hvernig þetta var bókað. Bæjarráð samþykkti á þessu fundi að taka þátt í þessu verkefni sem felur í sér innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er algjörlega kýrskýrt. Það er engin misskilningur þar á ferðinni. Einhverjir voru ekki þar á fundinum en ég veit til þess og ég get vitnað það að einhverjir bæjarráðsmenn óskuðu eftir frekar upplýsingum í málinu meðal annars kostnaði sem að þessu geti lotist. En það var meirihluti fyrir því að taka þátt í þessu verkefni. Og við breytum ekki þeirri bókun sem var samþykktar. Ég get átt við orðastað herra bæjarstjóri annar staðar heldur en í 2 manna tali á bæjarstjórnarfundi. Já, bæjarstjóri hefur kvætt sér hljóðs, svo vel bæjarstjóri. Já, ég er alveg til í að tala við ykkur öll hvað sem er, hvernig sem er, en við þurfum fyrst að sækja Já, það er að sækja er ekki það sama að taka þátt fyrir að við erum búin að fá þá jákvæð viðbrögð við umsókninni. Þannig að bókunin er ekki alveg nógu skýr, því að hún hlýtur að fjalla það að mér eða okkur starfsmönnum sé falið að sækja þáttöku og vonandi fáum við þáttöku í verkefninu. Þannig að vil bara að það sé alveg, þannig erum við að skilja, þannig erum við að vinna í málinu núna. Margrét Sanders hefur kvætt sér hljóðs, svo vel Margrét.
Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Ég vil taka undir með bæjarstjóra. Það verið að tala auðvitað sækjum og vonandi fáum við bara jákvætt svar og þá erum við öll glöð. Og varandi kostnað og annað, við vorum einmitt að ræða það í bæjaráði, þú veist hvað kostar þetta og svo framvegis. Og það voru þær upplýsingar sem við fengum, í rauninni kostar það ekki sérstaklega að verða hluti, en svo bara spurning hvaða kostnað ætlum við að leggja í þetta. Ætlum við að setja starfsmann í þetta, verður þetta forgangsmál, hvernig vinnum þetta svo áfram. En ég held að við séum bara öll samt sammála, við erum að fara að sækja og bara vonandi verður niðurstaðan að við verðum eitt af þessum metnaðarfullu sveitarfélögum. Já, ágætu bæjarfulltrúar, þarna kemur fram að samþykkt hefur verið að taka þátt í verkefninu og það felur þetta í sér að það þarf að sækja í verkefnið og við sem náttúrulega öflugustu sveitarfélag landsins gerum væntanlega bara ráð fyrir því að við erum samþykkt þar inn án þess að við værum eitthvað með neina málalengar gagnvart því en að sjálfsögðu þarf að taka tillit til þess hvað í því felst. Ég held þessi sameiginlegu skilningur á þessu. Orðið er laust, ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem að kveða sér hljóðs, þá vill forseti bera hér upp bókun, sameiginlega bókun bæjarstjórnar varðandi sem tengist fundargerð almannavarna Suðurnesja og á við 7. lið frá fundi bæjaráðs 20. febrúar þar sem að sú fundargerð almannavarna Suðurnesja var tekin fyrr og lesi nú bókunina. Bókun lögð fram á 583. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 3. mars 2020. Á undanförnum mánuðum hafa komið upp atvik tengd flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem að hjólabúnaður flugvélar gaf sig og óveður olli verulegum truflunum og samgöngum til og frá flugstöðinni. Atvikin beindu sjónum almannavarna að getu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja til að sinna þjónustu í slíkum neyðartilvikum, sér í lagi ef illfært einfalda Reykjanesbraut á sama tíma. Mikið mildi þykir ekki varð úr meiri háttar neyðarástand við þær aðstæður sem sköpuðust í umrættum tilvikum. Nú í fundargerð sinni frá fundi 12. febrúar skorar stjórn almannavarna á sveitarfélög og þingmenn svæðisins að krefast þess strax að rekstrargrundvöllur HSS verði styrktur verulega og að lokið verið sem fyrst við tvöföldun Reykjanesbrautar alla leið að flugstöð. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar deilir þungum áhyggjum stjórnar almannavarna af ástandinu og hvetur ríkisvaldið til þess að tryggja nauðsynleg fjárframlög til heilbrigðisþjónustu og samgangna á Suðurnesjum án tafar. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Skal það fært til bókar. Því næst ber ég fundargerð bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar undir fundin til samþyktar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsamlega skeiða merki og fundargerðir eru samþyktar 11.0. Næst tökum við á dagskrá annan lið sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. febrúar. Nú að vanda fyrir það sérstaklega yfir þau mál í fundargerð sem að samþykja þarf sérstaklega og ber þar fyrst að nefna ásbraut 15 niðurstaða grenndarkynningar sem er annar liður í fundargerð og er orðið laust þann lið í fundargerð. Það eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls til þeim lið í fundargerðinni. Ef að svo er ekki þá ber ég annar lið í fundargerðinni undir fundi til samþyktar þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skeiða merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst mun að vera 4. liður, grófin 15, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust 4. liði fundargerð. Ef það er ekki áhuga að kveða sér hljóðs varðandi 4. lið, þá ber ég 4. liði fundargerð undir fundi til samþyktar, þeir sem geta samþykkt hann vinsamlega skeiða merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst er að 5. liður, Dalsbraut 32-36, orðið er laust.
Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt að vinsamlega skifumerki. Og hann samþykktur 11.0. Næst mun það vera Fitjabraut 3 sem 7. liður, niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust 7. lið. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skifumerki. Hann samþykktur 11.0. En hér nóg til samþykktar, 7. liður einnig, Hringbraut 46, orðið laust 7. liði fundargerð. Ber ég hann undir fundin til samþykktar þar sem enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann lið vinsamlega skifumerki. Hann samþykktur 11.0. Næst mun það vera 8. liður, Hólmbergsbraut 9, orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs varandi 8. lið, þeir sem geta samþykkt 8. lið vinsamlega skifumerki. Og hann samþykktur 11.0. Nú næst það að taka til við fundargerðina í heild sinni og orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og Margrét Sandnes hefur kvætt sér hljóðs. Velkomin í pontu, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp undir lið 10 í fundargerð Usksins og það ekki efnislega út af aðstöðu beiðni frá Símanum HF, heldur frekar almennt varðandi símasamband og velti fyrir mér þar sem að ég hef búið í Njarðvík lengst af og hef flutt til Keflavíkur og átta mikið alveg á þessu símasambandsleysi í Keflavíkur hverfi. Og ég hef heyrt í mörgum frá nýju hverfunum og líka í nokkrum efri byggðum í Keflavík. Þarna verið að tala innra hverfið, en ég velti fyrir mér á hvaða höndum það við að tala þá beint við Síman eða það bæjarfélagsins. Ef þetta væri bara ég persónulega sem væri í vandræðum með símasamband, þá myndi ég þetta og þegar búin að leggja fram þetta erindi. En mér finnst mjög skrítið á svona stórt sveitafélag að það sé bara símasambandslaust á mörgum stöðum í bæjarfélaginu. Þannig ég vil bara vekja athygli á þessu. Eru fleiri bæjarfulltrúar? Ágætur bæjarstjóri, velkomin í pontu. Forseti, ágætur bæjarfulltrúar, ég bara verð að viðurkenna það, ég hef ekki heyrt, hafur engin kvartað sambandsleysi í Síma við mig, svo ég veit til, hvorki efri byggðum eða innri byggðum eða neðri byggðum. Og ég að hugsa svona sjálfur bara persónlega, ég hringi nú stundum úr Símanum og stattur á alls konar stöðum. Þannig að ég þarf bara að fá betri upplýsingar þetta en og að þeim fengnum væri sjálfsagt fyrir okkur að kanna þetta að hafa samband við bæði símafyrirtækin. Hins vegar út af þessu máli að þarna verið að biðja heimild til að setja upp mastur út af því að menn að bæta sambandi að þetta, mér skilst að þetta 5G sem alveg að koma, að það sé öðruvísi uppbyggt og það þurfi miklu fleiri möstur. Það sé miklu þéttriðnara net og við munum væntanlega sjá fleiri möstur í sveitarfélaginu hingað og þangað þegar að það kerfi komið á. Þetta var mér tjáð í morgun þegar við vorum að ræða þetta. En ég endilega segi mér, við þurfum að kanna þetta, hvar símasambandslaust og ræða við símafyrirtækin það. Ég hef bara ekki heyrt. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Svo ekki, þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina, sem skeiði merki. Fundargerðin samþykkt 11.0. Næst það þriðja mál á dagskrá fundargerð Lýðheilsuráðs frá 19. febrúar 2020 og orðið laust fundargerð Lýðheilsuráðs. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Velkomin í pontu, Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir.
Áðurinn ég fer yfir fundagerð lýðheilsuráðs, þá langar mig að nefna tvennt. Það var heimsókn heilbrigðisráðherra hérna á Nesvelli fyrir örfáum dögum sem var mjög ánægilegt og gott að vita til þess að hér muni rísa 69 rými mitt árið 2023. Virkilega góð frétt og annað svona heilsusamlegt heilsusamlegt verkefni eða viðburðir sem hafa verið hérna í Reykjanesbæ sem var að ljúka hérna lífslaupið. Mér langaði að óska Akurskóla til hamingju með sigurinn. Virkilega ánægilegt að sjá metnaðinn og bara kraftinn í starfsfólkinu. Varðandi lífslaupi, allt sem heilsueflandi. Mjög gott og gaman að heyra því. En hérna í fundagerð lýðheilsuráðs þá að fyrsta mála dagskrá við ræddum heilsueflandi samfélag á Suðurnesjum. Öll sveitarfélög á Suðurnesjum hafa skrifað undir við embætti landlæknis að verða heilsueflandi samfélag og við erum þegar byrjuð að eiga að bara góðum samskiptum og fundum með þeim hvað við getum gert betur sem Suðurnes verkefni saman og erum að vinna að þeim góðum málum sem að snúa einhverjum heilsueflandi þáttum og Hera Ósk sviðstjóri velferðarsviðs fór yfir starfsáætlun sviðsins. Þar var gott að sjá að lýðheilsa hefur fest í sessi og er nú hluti af starfsáætlun sviðsins með skilgreindu verkefnum. Lýðheilsuráð fagnaði því og fórum yfir nokkuð mál og ég lagði einnig fram tillögu hérna að það yrði gerð úttekt á göng- og hjólastígum í Reykjanesbæ. Lýðheilsuráð tók mjög vel í það og niðurstaðan var svo að ásamt sviðsstjóra umhverfisins sem mætti á fundinn og fór yfir stöðu mála þá var tekin ákvörðun að mynda starfshóp í samstarfi við umhverfisins mótun stefnu varðandi göng- og hjólastíga í sveitarfélaginu og einnig lögðu til að kanna að verði grundvöllur fyrir samstarfi við sveitarfélög á Suðurnesjum samtengda svona lýðheilsu stíga á milli sveitarfélaga. Það væri mjög jákvætt og gott fyrir alla íbúa allra sveitarfélagana hér. Þannig að við þurfum að bara stuðla að virkri hreyfingu íbúa í takt við sérstaklega niðurstöður lýðheilsuvísa sem að við förum alltaf reglulega yfir. Fleiri var ekki. Takk. Við fleiri sem vilja taka til máls. Bæjarstjóri, við verðum áhuga á því, Kjelsvel Kjartamár. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að vera að gjamma hér í hverju einasta máli en hérna að því að bæjarfulltrúar annars við fóru að tala lífslaupið, þá nú gaman að segja frá því að í hópi fyrirtækja eða stofnana sem eru með 70 til 149 starfsmenn var stór hópur þáttakandar og þar af í 5 efstu sætunum eru 3 aðilar úr Reykjanesbæ. Það er að segja Akurskóli í fyrsta sæti, Njarðvíkurskóli í öðru sæti og Ráðhús Reykjanesbæjar í 5. sæti. Þannig að við höfum greinilega að þessar stofnanir sveitarfélagsins verið dugleg og tekið þátt í þessu. Við í Ráðhúsinu voru lengi í 4. sæti og vorum að rembast að komast upp í 3. en þá kemur ekki mennt á menningarmálaráðuneytið þarna heyrður á okkur sæti og það er spurning hvar bæjarfulltrúi Baldur skráði sig, hvoru megin sko. Ja. Hann þarf ekki að svara því, þetta var meiri gamli sætt heldur en hitt, en það er bara frábært að sjá hvað þessi stóru vinnustæðir voru duglegir og eru virkir í þessu skemmtilega verkefni sem lífslaupið er. Já, Baldur Guðmundsson hefur kvatt sér hljóðs, gerðu svo vel Baldur. Já, velum fórsti, góðir bæjarfulltrúar, gestur og bæjarstjóri. Skal hérna taka á þessu máli varðandi lífslaupið. Ég skráði mig náttúrulega á mínu vinnustað en ég tók bara þátt 1 dag í hverju viku þannig að ég hafi kannski ekki úrslit áhrif. En ég ætla aðeins að fjalla svona almennt bara lýðheilsuráðið. Við vorum náttúrulega mikið að klóra okkur í hausnum bara yfir þessum skipulagsbreytingum sem gengu yfir og þetta ráð stofnað og
maður er svona ennþá að spyrja sig svona hvernig funkar þetta vegna þess að þetta ber keima velferðarsviðinu eins og við áttuðum okkar á og byggust við. Þarna til dæmis hera er tengiliðurinn við stjórnkerfið og þarna verið að fara yfir sem sagt starfsáætlun velferðarsviðsins og svo verið í lið 3 að stofna nýjan hóp. Við erum með lýðheilsuráð sem síðan að setja í gang stýrihóp til að fjalla lýðheilsumál. Og þarna ég aðeins að kveikja á þessu. Þetta hefði nefnilega verið mjög snjallt í þessu skipulagsbreytingum að halda bara ennþá velferðarráðinu, ráða lýðheilsufulltrúa vegna þess að málefnin sem að lýðheilsuráð að taka fyrir og voru skráð sem verkefni, mjög þörf, góð, brýn og allt það og síðan einmitt bara að búa til svona hóp, bara svona stýrihóp og fá fólk hérna og hvaðan til að taka þátt í þessu eins og lagt upp með að fá aldra, að fá unga, að fá hinn og þessa ólíka hópa að þessu. Þannig að ég ætla bara að vera með þessi almennu leiðindi varðandi þessar skipulagsbreytingar sem við skildum ekki alveg. Annars ég bara góður og náttúrulega dásama sérstaklega lið 5 þar sem Anna Sigríður leggur þessa skemmtilegu tillögu fram að klára þessa hjólastiga sem hefur lengi staðið til. Eða göngu og hjólastiga. Takk. Ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að segja nokkur orðum það sem að Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi minntist hér á. Það þannig að við erum auðvitað eins og vonandi á mörgum vígstöðum við Reykjanesbæjar að brjóta blað. Við erum að gera það með stofnun lýðheilsuráðs sem að við erum fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til þess að gera það og fyrirmyndin kemur náttúrulega eins og stundum gerist erlendis frá og við erum auðvitað að taka okkar fyrstu skref þarna. Við aftur á móti vinnum lýðheilsustefnu eftir forskrift embættis landlæknis sem að fær hana frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni og þarna svo sem verið að fara bara eftir svona hefðbundnum leiðum í stefnumótun. Það skipaður starfshópur og síðan skipaður stærri hópur til þess að móta stefnuna og þarna meðal annars kemur fram í fundargerð að lagt til að auglýsa eftir áhugasömum bæjarbúum sem hafa áhuga að taka þátt í því og það einnig gert í takt við það sem embætti landlæknis leggur til. Það sem að stundum gerist að það verður svona gjá á milli þeir sem sitja í ráðum og síðan almenna bæjarbúa sem eiga að taka þátt í því að efla eigin heilsu og kannski fólksins í kringu sig. Þannig að eftir því unnið innan ráðsins. Við áttum afskaplega ánægjulegan fund með þingmönnum Vinstri grænna sem að forsætisráðherra meðal annars mættu á þann fund og bæjarfulltrúar hafa minnst aðeins hérna á. Og það auðvitað margir sem gera sig grein fyrir því að Suðurnesin kom ekki vel út úr lýðheilsuvísum og minntist forsætisráðherra sérstaklega á það í tengslum við heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og lýðheilsuráð auðvitað að reyna að efla heilsu bæjarbúa í heilsinni og það margt sem þar fellur undir, meðal annars aðgangur að heilbrigðisþjónustu. Og svo náttúrulega í ljósi þeirra frétta sem hafa verið á undanförnu, komum við eflaust með að ræða sérstaklega sóttvarnir í sveitarfélaginu. Þannig að það margt sem þarna undir og þetta samheldinn og góður hópur. Þetta eru skemmtilegi fundir og ég vænti þess að Baldur Guðmundsson muni halda áfram að halda okkur við efnið sem auðvitað bara brýnt en
við erum auðvitað að sem sveitafélag að stíga stór skref en að gefnu tilefni og við sjáum það allstaðar í samfélaginu að aukin áherslu á lýðheilsu, við sjáum hana víða meðal annars innan skólakerfisins og ég er þess fullviss að þetta verður svona upphafið af þeirri vegferð að reyna að efla heilsu bæjarbúa á markvissan hátt og til þess að það geti orðið þá þurfa einmitt margir að koma að. Ættu þessi verkefni heima einhvers staðar annars staðar? Ég myndi og mun aldrei taka undir það, ekki frekar en að embætti landlæknis falli undir velferðarráðuneytið. Ég get ekki séð neitt mun á því. Það hefur engum dottið það í hug. Þannig að þetta svo vegferð sem við erum á sem þjóð og í vestunum heimi lögð meiri áhersla á það að við hugum að heilsu. Við erum með stóran hóp fólks sem að eldast í samfélaginu okkar til að mynda. Við munum þurfa að bregðast við og breyta okkar nálgunverandi heilbrigðismál á margan hátt. Við munum þurfa að horfa mun meira á forvarnarþáttinn og leggja meira áherslu á hann sem að Reykjanesbær hefur gert mjög vel en þarf að gera enn frekar á víðari sviðum, ekki bara varðandi úlingadrykkju eða fíkniefni, heldur ekki síst til þess að sporna við krónískum sjúkdómum sem er að vera algengari í samfélaginu, sykursýki, offitu, háum blóðþrýsting og svo má lengi telja. Þannig að þetta er skemmtileg vegferð og ég get tekið undir það með Baldri að þessi hugmynd Önnu Sigríðar var vel þegin inn í ráðið og það var afskaplega skemmtilegt að fá forstöðumann umhverfis- og skipulagsráðs á þennan fund. Hann hefur margar hugmyndir lýðheilsu og hefur auðvitað óbeint verið að vinna að þeim innan umhverfis- og skipulagsráðs og við hefðum gjarnan viljað hafa hann bara enn lengur, hann var með svo margar skemmtilegar hugmyndir og þetta er þverfagleg vinna eins og er svo oft innan okkar stjórnkerfis og bara sá þróttur sem var í honum, ég bara vænti þess að við munum sjá svipuð viðbrögð frá öðrum nefndum og ráðum og sviðum sveitarfélagsins þegar við höldum áfram í þessari vegferð. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja kveða sér hljóðs varðandi fundargerð lýðheilsuráðs. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerðina undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsilega skeiðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er að fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 19. febrúar og orðið er laust fundargerðina. Margrét Sandnes hefur hvað sér hljóðs, svo er Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Við höfum áður rætt að við erum hugsi yfir menningar og atvinnuráði sem einu ráði og það vakti athygli og við vorum einmitt að funda með okkar fulltrúa í menningar og atvinnuráði að það er mikið af góðum málum og ég vil fagna því að það er mikið rætt núna atvinnumál í ráðinu en það er ekki þar fyrir að það fer mikið fyrir menningamálum og það segir mér eitt að við erum öflugt sveitafélag í menningamálum. En það sem ég hef áhyggjur af er að þar sem að við búum við yfir 9% atvinnuleysi, yfir 10% atvinnuleysi hjá konum, að þá erum við til dæmis með fund hjá menningar og atvinnuráði sem að er í 3 klukkutíma. Og ég bara velti fyrir mér hvort að fókusinni er nægur á atvinnumál. Og aftur, ég er alls ekkert ósátt við það sem er verið að fara yfir þarna, en það segir sér sjálft að þegar að menn er að sitja á 3 klukkutíma
undir 14 málum með önnur mál, eða 13 mál pluss önnur mál, þá þetta orðið ansi þungir fundir og ég átta mig alveg á sko hvort, við höfum allavega áhyggjur af því að atvinnumálin, að þau tínast inn í menningamálunum. Annað sem ég vil nefna það sem ég vil nefna varðandi atvinnumálin, það að við erum búin að ræða það mikið saman að það þarf virkilega að spýta í lóuna og vinna að atvinnuuppbyggingu hér og styðja við atvinnumál. Og hvernig erum við að gera það, hvað erum við að gera, og við erum búin að vera með ræður og ræða það og það hefur verið talað markaðsskrifstofuna og fleira. Þannig ég ekki endilega að biðja um fína ræðu frá Friðjóni, alls ekki. Ég bara hugsi yfir því að hafa atvinnumál og menningamál saman. Mér fannst þetta ekkert vitlaus hugmynd af því að ferðamál og menningamál ferðaiðnaðurinn og menningamál eru ofta skarast, en mér finnst þetta svolítið detta í hítina og ég sé bara varðandi menningamálin að það ansi fyrirferða mikið. Eitt varðandi menningamálin að ég vil hrósa og lýsa yfir sérstakri ánægju með hennar samning við leikfélagið og varðandi húsnæðið og tel að þessarna rekstrasamning sem við leikfélag Keflavíkur, og ég tel að þetta auki virkilega okkar sveitafélag að hafa svona öflugt leikfélag. Og annað sem að mér finnst mjög athyglisvert í þessari fundagerð og snýr líka menningamálum, að það framtíðarstefna bókasafnsins, að bara virkilega vel unnið og áhugavert, og það krefst þess að við þurfum að taka ákvarðanir til framtíðar hvað við ætlum að gera þar. Og það margt fleira þarna, en þau voru í 3 klukkundum að tala um þetta, ég ætla bara að tala um þetta núna í 3 mínútur, en ég vil ítreka það að við þurfum einhvern veginn að koma atvinnumálunum miklu betur að en ekki á kostnað menningamála. Já, orðið laust fundagerð menningar og atvinnuráðs. Friðjón Einarsson hefur hvað sér ljós. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að segja það að þetta orðið dálítið brandari og oddviti sjálfstæðismanna agnúðast út í menningar og atvinnuráð, hvað talað hvernig við tölum það, hversu lengi við tölum það. Ég held að hún ætti að beina því til fulltrúa síns í ráðinu að hún leitist þá til þess og minnihlutin í ráðinu að leggja eitthvað til í ráðinu í staðinn fyrir að koma til við bæjarstjórn og gera lítið úr málefnum menningar og atvinnuráðs Reykjanesbæjar, en þetta 7. fundur ráðsins, þetta ný stofnun og við leysum ekki atvinnumál Suðurnesjana á 6 fundum í menningar og atvinnuráði. Þetta mjög undarleg ræða og það alltaf þreytt í hvers skipti sem fundagerð þessar ráðs að þá tímanum eitt í það að tala það eins og hún sagði orðrétt rétt áðan, að atvinnumálin tínast í menningamálunum. Það breytt allir sér í þessu saman það að menningamál atvinnumál. Menningamál atvinnumál. Og þetta ráð tók við verkefni menningarráðs og það sem atvinnumál hefði ekki verið með þann fókus í sveitafélaginu í fjöldamörg ár. Atvinnumál voru inn í hafnaráði og því miður þá týndust þau þar sem engin tengsl þar á milli atvinnuráðgjafa samstarfið neina aðila sem leita að atvinnusköpun öðru en Helguvík. En við veitum hvernig fór nú með stóru verkefni sem átt að reisa í Helguvík. En mér finnst þetta alveg furðuleg umræða og ég myndi leggja til að hún beini þá til síns fulltrúi í ráðinu, að viðkomandi fulltrúi komi þá inn með hugmyndir hvað á að ræða og hvað hún vilji gera, þannig að ekki hefur borið neitt á því. Mér langar að byrja því þá til að upplýsa að frumkvöðlasetur á Döfinni í Reykjanesbæ í fyrsta skipti
þar sem Reykjanesbær ákveður einn og sér að fara og setja á stað frumkvöðlasetur fyrir nýsköpun. Þetta er nýtt verkefni en fyrir nokkrum árum síðan frumkvöðlasetur upp í Eldey sem var rekið á vegum ríkisins, síðan var húsið selt og frumkvöðlasetur var lagt niður. Núna er í bígerð hjá Reykjanesbæ að undirbúa opnun frumkvöðlaseturs og þegar erum við í sambandi við 4 aðila sem þegar eru í nýsköpun og með fyrirtæki rekstri sem hafa áhuga að koma inn í þetta frumkvöðlasetur með sína starfsemi sem væri virkilega glæsilegt. En það er verið að skoða þetta og við erum búin að eyða töluverðan tíma og vinnu í þetta og vonandi verður gerist þetta sem fyrst. Á sama tíma var rætt atvinnuþróunarstefnu og þar var farið yfir málin og síðar í bæjaráði var ákveðið að fara í samstarf með Suðurnesunum atvinnuþróunarstefnu fyrir Suðurnesin og áfram verður unnið að því. Eitt af því sem var rætt á þessu fundi í 4. lið var breytingar á dagshúsum en upp eru miklar hugmyndir smá breytingar á dagshúsunum, nýta starfsfólk betur og gera lagfæringar í húsunum til þess að nýta það betur og er verið að skoða það með umhverfisviðinu hvernig best verið að gera það áður en málið fer lengra. Sama gildir með 5. liðin sem er slökkviliðssafn en þar er verið að reyna að nýta húsnæði sem fyrir hjá bænum og samstarf við þjóðminjasafnið sem og söfn víða landið verið að skoða það hvort það sé möguleika á því að byggðasafnið taki yfir slökkviliðssafnið sem nú er í rammahúsum og nú er verið að vinna í því máli og sjá hvaða kostnaður þar en það er ljóst að allar þær gjafir sem safninu hefur borist víða frá og ber ábyrgð öllum þessum bílum sem þarna eru að spurning hvort ekki sé hægt að gera meira úr þessu safnum sem þarna og sameina hluti sem eru meðal annars innan byggðasafnsins við þetta safn. Þetta er stórt verkefni og vonandi núna fljótlega á næstu vikum verður ljóst hvort að þetta gangi ekki allt saman eftir. Og inn í þessu er þá ráðning starfsmanna og samstarfi fjöldamarga aðila. Nú, að því að tala atvinnumál, þá fjallum húsnæðismál líka, sem er atvinnumál. Það voru uppi hugmyndir hvað þetta var að gera við gömlu dráttarbrautina í Keflavík. Ráðið fékk mat á húsinu, hvað kostar að laga það og hvað kostar að gera við það sem hefur verið lagt fyrir bæjarráð og því hafa aðgang að. En það er mat ráðsins að falli veri frá öllum hugmyndum endurbyggingu hússins vegna gríðarlegs kostnaðar. Það er lagt til að leita verið annarra lausna og þá er hugsanlega niðurrif þegar áhugasamir aðilar koma að húsinu eða vilja byggja þarna. En þegar hafa 2 aðilar verið lýst yfir áhuga að byggja á þessum reit en því miður að þá duttu þau verkefni nógu fyrir. Annars sem ég vildi nefna hérna er kannski, þetta er nú mörg verkefni eins og bæjarfulltrúi Margrét hefur sagt frá. Þá vorum við 3 klukkutíma að ræða þessi mál og finnst mér það bara sýna vilja ráðsins til þess að koma sem flestum málum og þar meðal 10. liður sem er nú reyndar kemur sem sér mál hérna eftir sem er framtíðarstefna bókasafnsins. Þarna var líka lögð fram starfsáætlun Súlunnar og er hún öllum aðgengileg og tekið einnig undir orð Margrétar það að ánægilegt að klára þennan samning við leikfélag Keflavíkur sem var staðið sér sérlega vel. Það sem ég vil þó nota tækifæri til að segja hérna er það að það voru 3 nýjar sýningar opnaðar Listasafns Reykjanesbæjar 7. febrúar klukkan 6 og það mætti engin bæjarfulltrúi, ekki einn og sem verra var það mætti engin nema undirritaður úr ráðinu og ég ætla bara vekja athygli ykkar á þessu að til að sýna áhuga á þeim verkefnum sem við erum að sinna þá finnst mér persónlega að nefndarmenn eigi að mæta á svona sem er á 3 mánaða fresti og hvet bæjarfulltrúa líka til að mæta því ég viti það og skilji það að menn get ekki alltaf mætt en það var dálítið sorglegt á þessum degi
það sem var að opna ný söfn, að ég skulle hafa verið eini fulltrúinn sem var þar. Ég veit að nokkri voru frá en mér fannst það mjög daburt og það í fyrsta skipti sem það hefur gerst, en ég veit að nokkri voru erlendis og eitthvað, en ég vil svona nota tækifæri til þess að benda ykkur á það, gott fólk. Já, orðið er laust og Baldur Guðmundsson var sko sannlega búinn að biðja orðið, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Fyrst að Friðjón lagði upp með þetta svona, þá verð ég að segja Friðjón rústaði Margréti Sanders í keppninu lélegustu ræðuna. Ég bara á ekki til, ég á fullt orðum. Ég ætla að reyna að segja eitthvað að þeim sem er dettur hérna í hug. Þetta með ólíkindum. Við erum bara að tala almennt störf nefndarinnar, að það sé mikið að gera, það sé mörg verkefni. Og hvað gerir Friðjón? Hann ræðst á fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Þetta ég hef oft verið vitni að lágkúru hérna inni. Þetta það versta sem ég hef upplifað. Þetta svo aumt að halda þið fram að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í menningar- og atvinnuráði hafi ekki fram að færa og hafi aldrei gert neitt. Þetta ömurlegt. Ömurlegt. Ég bara skil þetta ekki. Ég ætla að segja eftir ég hafa gjórið að fullt orðum. Mér finnst þetta ótrúlegt. Sko, menningarráð, ég satt í menningarráði og menningarsviðið Reykjanesbæ hefur verið að skila mjög öflugu starfi undanfarin ár. Og starf ráðsins helgast stolti af því og litast stolti af því. Það það sem við verðum að ræða. Að það vanti, við höfum verið að gagnrýna það, vanti stolti atvinnulitinn í störfin. Hann komið núna, en það alveg gríðarlega mikið að gera. Það það sem við verðum að tala um. Það kannski var þetta vegna þess að það öflugt menningarlíf, öflugt menningarstarf. Að það öflugt að sýning sem haldin var hér í Reykjanesbæ kosin einn besta sýning ársins, síðast árs. Og sá sem hélt sýninguna hérna, Guðjón Ketilsson, myndlistarmaður ársins. Þetta þvílík viðurkenning sem segir til öflugt starf. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í menningarráðinu tók mjög virkan þátt í að skrifa menningarstefnuna. Friðjón hefur aldrei heyrt í henni. Nú ekki fram að færa. Þrátt fyrir að menning sé atvinnumál. Þetta með ólíkindum að láta þetta út úr sér. En það vildi hann toppa Margréti í lélegri ræðu. Afgreitaði strax bara á fyrstu sendingunum. Ég baði orðið að því að ég ætla að fagna, til að tala hvað menningarlífið væri öflugt hérna. En ég bara gati ekki orðabundist. Rekstrarsamningur við Leikfélag Keflavíkur, það annað sem segir okkur hvað það öflugt menningarlíf hérna í bænum. Leikfélagi búið að vera að setja upp hverja flottur sýningun og fætur annari. Við erum bara alltaf að toppa sig. Benedikt Búalfur, ég bara hvet allir til að fara með börnin. Þetta alveg virkilega vel gert hjá þeim. Bara til háboruna fyrirmyndar. En svo kemur fullyrðingin aftur, aldrei verið frumkvöldarsetur í Reykjanesbæ. Minnið
ruglaði mig sko það. Þetta voru hérna eldvörp, minni mig, upp á Ásbrú. Vísu samstagsverkefni og þarna, en Reykjanesbær tók alveg fulla þátt í. Það var á lóðinu okkar og fullt af fólki úr Reykjanesbær sem að setja í gang hérna ýmis verkefni. Mörg skemmtileg. Varðandi nýsköpun þá bara þetta hið besta mál. Við séum að taka vel á móti frumkvöðlum. Atvinnu- og nýsköpunarráðherra var að gera ákveðnar breytingar, grundvallar breytingar á þessu kerfi, leggja niður nýsköpunarmiðstöð. Meðal annars getur það þýtt fyrir landshlutana að það veri settur meiri peningur til landshlutasamtaka eða fært nær fólkinu. Það hefur alveg verið gagnrýnt utan að landi að þeir sem eru að svona hugsa sinn gang og eru með áhugaverð og skemmtileg verkefni að þeir hafa átt erfitt með að sækja pening til höfuðborgarinnar. Þannig að hugsanlega þetta skref í þá átt að fella niður þá múra og veita meira fé út á landið. Þannig að við í Sjálfstæðisflokknum við viljum vel í menningamálum, við viljum vel í atvinnumálum og okkar fulltrúar í öllum þessu ráðum eru að mínu viti mjög virkir, bera á borð ágætismál, fylgja þeim eftir, að leita til þeirra og ég vona að Friðjón sjáu að sér og skammi sín fyrir að láta þessu orð falla okkar fulltrúa. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég segi nú bara já hérna, En ég tek heilsugar undir bæjarfulltrúa Margrétar Sanders. Miðað við þá stöðu sem við erum í dag og stöndum frammi fyrir að við erum hér með 9,2% atvinnuleysi, þá tel ég það bara algjörlega, já bara réttlætanlegt að skipta upp þessum ráði í atvinnu og svo í menningu. Og bara til dæmis eins og dæmi það sem að gerast núna í samfélaginu, við erum að standa frammi fyrir hér mikilli vá hvað var það kórónuveiru og í framhaldi af því að þá var afkomun spá Icelandair gefin út þann 7. apríl. Það er búið að afturkalla hana. Það eru afbókanir og afbókanir og hvað vitum við? Við vitum ekkert hvað er að gerast. Við þurfum að huga að atvinnumálunum. Er þá eitthvað að því, og ég bara spyr, er eitthvað að því að skipta þessu upp í 2 ráð og vinna með það sem við höfum í dag? Við eigum frábært menningarsamfélag. Það er mjög mikið flotta viðburði hér á svæðinu. Þannig ég sé ekki alveg okkur þurfa þessi 2 ráð að vera saman eins og minnihlutin er búin að benda á. Ég bara spyr, eigum við ekki aðeins að hugsa þetta upp og nýtt? Er eitthvað að því að skipta þessu upp? Hvar stöndum við í dag? Hvar verðum við eftir mánuð? Hvað er að gerast í ferðaþjónustunni? Það er hérna fleiri hundru mann sem búa hérna á svæðinu sem vinna upp í Leifsstöð. Og hvað gerist? Ef að bara öllum flugum verður kanselarað, minnkað 50%, starfsfólki sagt upp, þá stöndum við frammi fyrir miklu hærra atvinnuleysi heldur við erum að gera í dag. Þannig ég bið ykkur bara að hugsa þetta. Er eitthvað að því að viðurkenna það að miðað við þær forsendur sem við höfum í dag, þar sem er að gerast í samfélaginu, þá þurfum við að skipta þessum ráðum í 2. Takk fyrir. Orðið laust. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara segja það, ég hef aldrei heyrt því líka vitlaus eins og kom hérna frá bæjarfulltrúa Baldri. Annað eins hefur við alla heyrt og ég ætla að ítreka þá skoðun mína að ef Sjálfstæðisflokkurinn eða Miðflokkurinn vilja koma einhverjum málum á framfæri í menningar- og atvinnuráði, sérstaklega hvað lítur á atvinnuráðum, þá gera það gegnum fulltrúana sín í ráðunum. Ég var ekki að segja það að fulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í ráðinu gerði ekki neitt. Það sagði ég aldrei. Bæjarfulltrúi Baldur, ég sagði það aldrei. Þú getur hlusta á upptökuna, ég sagði það að það veri gott hún kæði þá með tillögu frá okkur. Það er númer 1. Ég sagði líka að hérna hafi verið frumkvæla miðstöð Eldey á vegum ríkisins og Katvigó. Ég sagði aldrei, hefði aldrei verið, þannig að hafði nú bara rétt eftir það sem ég er að segja. Ég sagði aftur á móti rétt líka að þegar menn tala um það að atvinnumálin drukni í menningamálum. En þið megir svo sem alveg halda áfram að bölsótast yfir þessu ráðu og þessu skipulagi sem við vinnum eftir, sem núna er komið í gang, og ég veit að þetta ráð mun standa sér vel og ég er alveg klár á því að að þetta mun skila árangri. En það er nú bara eins og þannig að það tekur langan tíma að byggja upp atvinnumál. Mjög langan tíma. Og við þurfum að undirbúa þetta vel, reyna að hugsa hvernig við viljum gera hlutina, hvar við að sækja fram, hvernig skipulagið á að vera, og þetta tekur meira heldur en 6 fundi. Það er alveg ljóst. Og einhver nefnd á vegum Reykjanesbæjar gerir þetta ekki einu á sér. Það er alveg klárt líka. Og ég er alveg óhræddur að viðurkenna það að ég er búin að vinna í þessum blessa atvinnumál að gera í ansi mörg ár og tel mig þekkja ágætlega til í honum og verandi bæði búin að vera framkvæmdastjóri í svona stofnun áður, og ég veit að þetta tekur langan tíma. Við erum til að mynda, það er ekki haugur af starfsmál sem sinnir atvinnumáli hjá Reykjanesbæ. Í mörg ár var þetta bara hjá bæjarstjórunum. Núna erum við komið með fulltrúa sem sinnir atvinnuþróun og nú erum við búin að auka samstarfið við Hekluna og vonandi tekst okkur að búa til alvöru atvinnuþróunarfélag og samstarf á milli sveitafélaga, þannig að þetta gangi almennilega upp. Það hefur ekki verið því miður í mörg ár það samstarf á milli sveitafélagana í þessu máli eða innan Reykjanesbæjar eins og hefði átt að vera. Hvað sem mann þykir um það, ég er ekki að kenna ykkur það mál, þetta bara hefur ekki verið staðið að þessu rétt. Það er bara verið að viðurkennast. Og öll umræðum atvinnumál er auðvitað á öllum sviðum Reykjanesbæjar, í öllum nefndum. Og það að halda þið fram að menningamálin drekki atvinnumálum í þessu ráði. Mér finnst það bara alveg furðulegt að menn skulle detta þetta í hug, segja það. En það man ég ekki eftir því að menn voru voðalega hrifnir af þessu í upphafi þegar við fórum að stað að endur skoða skipulagsmálin og sérstaklega með tillit til atvinnumála, þá töldum við okkur verið að styrkja atvinnumálin með þessu og vinnu í kringum þau. Og við verðum náttúrulega að fá tíma meira heldur en 6 fundi til að gera það. Það verður að vera svoleiðis. Eina ástæðan fyrir því að ég var hálf fúll yfir þess er það að það er búið að ræða þetta núna 3 sinnum eitt skipti þegar ég var fjarverandi því miður dagskrá menningar og atvinnuráðs, tala um það að það sé ekki tala neitt atvinnumál. Þá voru búin 3 fundir í ráðinu. 3 fundir. Það mætti líka þess við það að lýðheilsuráð væri bara búin að bæta alla lýðheilsu í Reykjanesbæ á 6 fundum. Skulum aðeins róa okkur í þessu. Þetta er engar árásir á einn eða neitt. Hvað þá fulltrúan í ráðinu? Ef þið hafi áhuga að koma málum áfram inn í ráðið, komið með upplýsingar, komið með hugmyndir. Þið hafi fulltrúan til þess. Og halda það að sé að tala niður fulltrúan ykkar. Bara langt frá því. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér ljós. Þessu er Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að blanda mér neitt sérstaklega í þessa orðræðum hver er að tala hvern niður. Ég upplýði bara ekki ræðu bæjarfulltrúa Friðjóns á þann hátt sem að
bæjarfulltrúi Baldur hefur greinilega gert. Ég gæti ekki annað heyrt en að hann væri að leggja það bara til að viðkomandi nefndamaður kæmi því að framfæri sem að menn óskuðu eftir og að öðru leyti var það engin gagnrýni á hans störfin í ráðinu. Mér finnst fólk vera að ansið hörðsárt hérna, ég verð nú bara að segja það. En auðvitað tilefni í þessar orðræðu hér auðvitað bara hinn grafalvarlega staða sem að við okkur blasir hér á svæðinu og búin að blasa við okkur í talsverðan tíma. Það lá alveg fyrir þegar flugfélagið var fór á hausinn að við okkur það tæki við einhver erfiðleika sem að við þurftum einhverju skaflar sem við þurftum að komast í gegnum og niðurstaðan auðvitað þessi að atvinnuleysi á Suðurnesjum sem mest á landinu. Við erum með rúmlega 1200 manns atvinnuleysa og á sama tíma á meðaltalið á Íslandi 4,8%. Þá 9% atvinnuleysi á Suðurnesjum sem auðvitað grafalvarlegt og má eingöngu rekja til þess að flugumferð hefur verið að draga saman og fjöldi farþega sem hefur viðkomið í flugstöðinni hefur dregið stórlega saman. Hvað þetta ráða? Ég hef ekki svör við því. Lausnin ekki að skipta upp menningar og atvinnuráði. Það engin lausn á þessum tímamóti. Ég vil bara minna á það að á sínu tíma þegar herinn fór, þá tók við ástand sem var mjög erfitt. Menn leystu það ekkert í einu vetfangi. Og ekki heldur þegar að kreppan dundi yfir landið á sínu tíma. Það var ekkert gert með því að breyta ráðum. Þetta er langhlaup að byggja upp atvinnu og ég tala nú ekki það þegar að við höfum alltaf verið á þeim stað að geta orðið örar breytingar hjá okkur, bæði upp og tilbaka aftur. Einu sinni vorum við hér með rosalega og veigamikla fiskútgerð sem var bara hvarf vegna þess að menn bjuggu til kerfi, þannig að menn gátu framselt aflaheimildir og þetta bara fór. Menn seldu þetta bara í burtu. Menn gerðu það líka í Sandgerði og skildu eftir sveitarfélög í skuld sem að hefði verið að búa til hafnir. Nú svo fór herinn og skildi bara öskupapirinn eftir á borðinu. Og við verðum bara að taka því. Svo féll á og við verðum að taka því. En við verðum að fara að horfa til þess hvernig við getum byggt þetta upp. Ég þykist þess fullviss að við munum fá ferðamenn hingað aftur til Íslands. Þessi tímabundnu erfiðleika sem við erum að upplifa út af þessari kórónuveiru, þeir munu auðvitað bara fjara út og fólk verður að ferðast á nýjan leik. Og þá vænti ég þess að við munum hafa ríkisstjórnin í lið með okkur til þess að byggja upp á minniseiði eins og við höfum gert ráð fyrir. Mér þótti það súrt að lesa það eftir einn þingmann Samfylkingarinnar að hann sá ofsjónum yfir þeirri uppbyggingu sem átti að eiga sér stað hérna í framhaldinu. Og talaði þær fjárfestingar niður. Og forseti bæjarstjórnarinnar okkar, hann brást við því af mynduleik. Við þurfum auðvitað bara að halda landsfæðrunum við efnið og eins og hér hefur komið fram og ég nefndi hér áðan og fengum við í heimsókn þingflokk Vinstri grænna og þar var þetta rætt hvernig getum við komið af stað eða búið til atvinnu með skjótum hætti. Og það meðal annars hægt ef að ríkið spýtir inn í þær stofnanir fjármunum sem þeir eru að reka hérna. Til dæmis í löggæsluna hérna niður frá.
eða inn í skólan okkar eða inn á heilsugæslun okkar. Þetta getur orðið til sko fleiri tugir starfa ef að ríkið tilbúið til þess að gera það sem að menn sögðu þegar að var fjall, að styðja við bakið á okkur og ég vænti þess að þeir geri það. Við höfum auðvitað að horfa til þess að halda menntastofnunum okkar þannig að við getum haldið áfram að mennta okkur sjálf og ungmennin okkar til þess að geta þá tekið við stofnunum sem krefjast hás menntunarstigs. Þannig það ýmislegt sem að við getum gert, ekkert sem að gerist í dag eða morgun, en það ýmislegt sem við getum þrýst á sem að getur hjálpað okkur til skemmri tíma. Svo verðum við þetta bara að velta því fyrir okkur. Hvers konar samfélag viljum við byggja þetta? Á það að byggjast á stóriðju? Eða hvað viljum við gera? Og menn hafa oft verið að reyna að leiða til þess að bæta tímabundna erfiðleika og þær leiðir hafa oftar en ekki mistekist. Nú, þessi fundargerð öðru leyti bara ágætt. Gaman að hér var nefnt leikfélag Keflavíkur sem að standa sem með miklum sóma og við sem að mættu þar á frumsýningun og beðum til búálf skemmtum okkur konunglega. Þó að þetta væri nú kannski hugsað sem barnasýning, þá var ég maðurinn á 70-saldri bara kátur og hress. Það er mjög gaman að þessu. Og það er auðvitað virðingavert og stórkostlegt afrek að eiga leikfélag sem setur upp 2 sýningar á hverju einasta ári. Af miklu myndarskap. Alveg frábært. Nú það er eitt og annað í þessari fundargerð sem að ég nú kannski ekki alveg búin að sjá eða kyngja. Mér finnst nú ákveðið samræmi í því að ætla sér að nýta dráttarbrautina fyrir frumkvöðlaseturinn og sama tíma að tala að það sé ekki hægt að endurbyggja hana. Við sáum hugmyndir frá arkitektum sem hent var inn á netið daginn og mér fannst það bara rosalega spennandi. Ég ætla ekki að draga í efa þær kostnaðaráætlanir sem að nú liggja fyrir en mér þótti þessi útfærsla þeirra spennandi því að við mörg okkar höfum talað fyrir því að reyna að nýta sögun okkar til framdráttar. Við eigum þessi dúshús og þau eru þar að því að við vildum varðveita sögun okkar. Fiskishúsið og gamlu búðina og allt þetta sem að geymir einhverja sögu. Dráttarbrautin geymir líka sögu, stóra og mikla sögu og ég kannski ætti það bara að vera niðurstaðan að hún verði rifin. Menn tóku þessa lóð frá svo árum skiptir að því að menn ætluðu sér að búa til einhver ný tækifæri sem að urðu að engu. Kannski þetta eftirsóknarverður staður til uppbyggingar fyrir einhverja starfsemi. Ég veit það ekki, mér hefði nú fundist bara spennandi og skemmtilegt að sjá öll söfn á einum stað. Við höfum svolítið verið að setja söfnun okkar á þennan stað og mér þætti það ekkert óeðlilegt að það er skoðað til framtíðar hvort að við getum ekki haldið því áfram. En að öðru leyti ætla ég ekkert að tjá mig það núna en við höldum bara áfram að vinna í þessu. Þarna er verið að gera kostnaðaráætlanir og skoða möguleikana. En þetta er auðvitað bara spennandi, það er bara margt á döfinni þetta. Menningarstefnan er nú ekki klár, það er búið að vera að vinna í henni af gamla ráðinu og gamla menningarráðinu og þeirri vinnu, eða svo vinna var sett bara á hold og þar til að nýtt ráðtæki við og nú skilst mér að það sé að fara í gang aftur svo vinna og vonandi verður það klárað innan ekki langs tíma en ég held að þetta sé bara allt á réttri leið. Já, orðið enn laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs. Gerðu svo vel, Baldur.
og virðulegi forseti og góði bæjarfulltrúar, gestir. Þetta byrjaði nú bara á því að Margrét Sanders var að lýsa yfir áhugjum af því að þetta ráð, loksins þegar að atvinnumálunum komin að dagskrá, þá voru að sjá að þetta er mikið verkefni. Þá bara, þú veist, hvarlar á okkur. Hefði þetta farið betur að hafa þetta í tveimur hlutum. Ég var á því þegar þegar var verið að ræða skipulagsbreytingarnar, þá fagnaði ég því að ætti að leggja meira áherslu á atvinnumálin og var ekki alveg samfærður þessu útfærslu. Þannig að það á ekki að koma inn á óvart og þetta þarf ekki að vera svona mikil viðkvæmni. Ég upplifði þetta þannig að þarna væri vegið að okkar fulltrúað. Það er bara, þú veist, hvernig þetta er orða, hvernig þetta hljómar og allt það. Og kannski verður þetta óþarfa viðkvæmni, þá bara biðst ég afsökunar á því. Við sjáum hvernig hún sjálf upplifir þetta. Ég ætla ekki að tala fyrir hennar vunsk. Auðvitað komum við með mál inn í ráðið. Ég treysti henni alveg til að koma fullt af hugmyndum. Mjög öflugur fulltrúi. En við megum líka að ræða hlutina hér. Dóttir bera á því að þú veist, ef við viljum ræða hlutina hérna, þá byrja akkur var þetta ekki rætt í ráðinu. Þannig að ég spyr mig, af hverju má ekki ræða þetta hér? Og ýmislegt var látið fjúka hérna í hita leiksins. Ráðið er svo ungt að það hefur ekki náð einhverjum ákveðnum árangri. Það er ekkert endilega einhver mælikvarði. Hvað ég var að segja, fræðsluráðið er alveg eitt elsta ráðið, en það er ekki náð neinum árangra því að komið illa út úr PISA skólanir. Ég er ekki alveg á þessum nótunum. Ég er bara á þeirri leið. Við erum að vinna í fullt af málum. Og það er reglulega verið að glugga í baksýnisspegilinn. Þetta hefur aldrei verið gert og þetta hefur alltaf verið handónýtt, þetta hefur alltaf verið öðruvísi eða þetta var ómögulegt áður. Tökum bara stöðuna eins og þetta er núna. Og við erum að tala um við fáum öll þessi áföll. Vá síðast, það var Guðbrandur minntist á það, kom inn á það. Við þurfum að bregðast við þessu. Og ég held að við kynum það ekkert með því að endilega vera að pönkast á hvort öðru. Við erum að reyna að tala um málin, málefnið. En þá snerist það upp í, menn voru hérna nafngreina, fyrir að fyrsta þá byrjaði Friðjón á. Ef einhver hefur áhuga að hlusta á ræðar aftur, ég bara, Guð forði fólki frá því, en að hjóla í Margréti, Bara ég skil ekki af hverju. Við ætlum að tala um atvinnumál, við ætlum að tala um menningamál og við ætlum að tala um það að kannski væri þetta ráð með of mörg verkefni. Og ég hef alveg verið á opnunum þar sem Friðjón var ekki og ekki sé ástæða til að nefna það, en því miður þá var ég bara í vinnu á þessum tíma. Það eru fleiri sem vilja hvað þessi hljós. Ef svo er ekki, þá ætla ég að leyfa mér að bera fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 19. febrúar undir fundin til samþykktar. Því bæjarfulltrúar vilja vera svo góðir að gefa mér merki sem geta samþykkt hana. Það myndi vera samþykkt 11.0. Næst tökum við til
að ræða fundagerð framtíðanemnda frá 19. febrúar og orðið laust fundagerð. Og Styrmir Gauti Fjellsteður Hvassilhjós, velkomin í pontu Styrmir. Forseti, ég vil byrja á að þakka Guðrúnu Magnúsdóttur, lýðheilsufulltrúa, fyrir kynningu hennar á vísitölu félagslegra framfara og hins vegar Berglindi Kristinsdóttur fyrir hennar kynningu. En ég kem aðalega upp út af máli 5. Ég ætla að fara lauslega yfir hvað þetta verkefni þessi Suðurnesjavettvangur, hver staðan á verkefninu akkurat núna og hvert framhaldið En eftir ákveðna undirbúningsvinnu sem nú búin, voru stafnaðir 4 samstarfshópar og við hvern hóp voru tengd 3 heimsmarkmið sem tengdist markmiðum þessa starfshóps. Þessi 4 samstarfshópar eru eftirferandi. Númer 1, aukin verðmætasköpun í atvinnulífi. Númer 2, sjálfbært og aðlaðandi samfélag. 3, traustir og hagkvæmir innviðir og 4, velmenntað og heilbrigt samfélag. Og eins og ég sagði voru valin 3 heimsmarkmið til þess að tengja við hvern hóp og svo vinna sem fer fram í þessum hópum skal hafa þessi heimsmarkmið að leiðarljósi. Og hver samstarfshópur svo skipaður einu fulltrúa frá hverju bæjarfélagi hér á Suðurnesjum og svo starfsfólki frá Isavia. Þar síðasta föstudag var fyrsti kynningafundurinn haldinn, þar sem meðlimir samstarfshópana, stýrihópa og verkefnastjórar þessa verkefnis komið saman og farið var yfir verkefnið og framhald þess. Og í þessari viku sem að líða núna og mögulega næstu viku hitta síðan þessi samstarfshópar og undirbúa sig fyrir borgarafundi sem að verða haldnir á næstu 2 vikum. Þar sem saman koma 40-50 manns og hvert fund úr mismunandi áttum samfélagsins hér á Suðurnesjum ásamt meðlumum samstarfshópana og taka þátt í vinnufund málefni hvers samstarfshóp. Þetta eru 4 fundir og þeir eru á næstu 2 vikum og hefur bæjarfulltrúum verið boðið á þessa fundi. Og skora ég á bæjarfulltrúa að reyna að mæta á einhvern af þessum vinnufundum. Ég vona að það hafi verið skiljanlegt og ég ekki klikkað á nefna einn mikilvæg atriði í þessu ferli. Takk fyrir. Orðið laust fundagerð framtíðanemndar. Margrét Sandesögur Hvassilhjós, gjörðu svo vel Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp undir lið 1 og vil fara yfir það er fundagerð framtíðanemndar og það er einmitt gott að við erum með hérna 1 bæjarfulltrúa sem að í nefndinni sem Styrmir Gauti. En við fundum í gær Sjálfstæðisflokkurinn og það voru 3 fulltrúar sem hafa setið fundi framtíðanemndar. En á fundi framtíðanemndar síðastæðu var Hanna Björg og Ríkharður Ibsen á fundunum. Og það sem kom mér verulega óvart, það var það sem að þau ræddu varðandi framfaravog sveitafélagana, eða SPI eins og þau kalla SPI, eða Social Progress Imperative, eða Social Progress Index. Og það í fyrsta lagi að þá sýnist mér Guðrún Magnúsdóttir lýðheilsufulltrúi hún mætti á fundin og fór yfir þetta og þá svona áhugavert að spyrja sig, þá lýðheilsufulltrúin farin að taka SPI yfir? Og ég gerir sjálf sér ekkert athugasemd við það en mér finnst kannski eðlilegt að lýðheilsufulltrúi ef að vera að ráða í það starf að hún þá fókusir á það og taka þær kennitölur sem myndu þá koma í sambandi við það. Því að ekki erum við að gera vel í þessum tölum og við þurfum að gera betur og frábært þá að hafa mannesku sem fókusir á það. En það kemur mér á óvart ef hún bara komið með þetta verkefni. Og sérstaklega, og Styrmir, þú leiðréttir okkur, en þetta það sem við fengum frá 2 fulltrúum í framtíðanemnd, að það að þessi framtíðavog sveitafélagana sé bara ekkert, bara eitthvað rugl. Og það það sem að við vorum mjög hissa á. Við erum búin að ræða það í bæjaráði og fleiri stöðum, þar sem að við erum að hafa höfum mikla væntingar til þessa. Við erum búin að heyra, ég er búin að heyra í nokkrum sveitafélögum sem að hugsa að koma inn í þetta líka. Það verið að þróa ákveðin mælitæki þarna. Það líka verið að þróa
það er verið að segja að það eru fullt af upplýsingum sem er inn í SPI sem er ekki nógu góðar og við verðum að fá betri upplýsingar til þess að þetta sé marktækt og þá þarf bara að vinna í því og mér er svolítið sárt að við erum búin að leggja ákveðin pening og það skipti máli viðhorfið. Þegar við hittust í gær þá kom það bara fram hjá okkar fulltrúum þetta verið bara peningasón og algjört rugl og mér bara bara hvað er það að tala þannig að þetta verður eitthvað allt annað en við höfum verið að tala hérna saman og þess vegna vil ég leggja áherslu á að þegar að vera að nálga svona verkefni að þetta er öðruvísi en við erum með ákveði mælitæki suma af þessum mælitækjum í SPI-inu eru mjög góð, þau eru mjög áræðanleg og það er byggt á einhverjum staðrindum önnur þá vantar betri mælitæki og við vitum það er bara verk í vinnslu en viðhorf okkar smitar og ef að við erum að segja almennt að þetta sé bara kolómögulegt verkefni þá smitar það til annarra sveitarfélaga það sem við viljum þannig að ég vil endilega bara brýna okkur bara að við þurfum að taka þessu umræðu af því að við höfum verið mjög samtaka allir flokkar í þessu SPI verkefni þannig að ég vildi bara að leggja áherslu á þetta og endilega að leggja mikla áherslu á þess að framfaravog og líka, ég ætla að ítreka aftur það sem ég sagði, ég er ekki vissum að ef við ætlum að vera með lýðheilsufulltrúa að lýðheilsufulltrúa á að taka algjörlega verkefni sem slíkt en sjálfsögðu fullt af kennitölum sem lýðheilsufulltrúa þannig að vinna virkilega vel að. Og það er laust. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessum orðum bæjarfulltrúar Margrétar að þá ég kannast nú ekki við umræðuna að þetta sé eitthvað rugl eða að sú umræða fari fram. Hins vegar skal ég alveg viðurkenna það að í ljósi þess hversu í raun margir af þeim mælikvörðum eða mikið af þeim upplýsingum sem að við vorum aðalega tveir í þessu í fyrra, ég og Sigurgestur Guðlusson, verkefnastjóri viðskiptaþróunar og hann meira heldur en ég. Í ljósi þess hversu margir af þeim mælikvörðum sem að við settum fram upphaflega og við vildum sjá voru ekki aðgengilegir eða nógu góður upplýsingar, þá vorum við aðeins að ræða þetta daginn hjá okkur, bara svona innan starfsmannahópsins, hvort að við ættum að halda áfram eða leggja það til við bæjarráð eða hvort við ættum að halda áfram í verkefninu. Og niðurstaðan var sú að því að það voru ekki komið skýr og hún Rósbjörg og þau sem hafa keyrt þetta verkefni, þau hafa verið að kalla eftir skýrum svörum frá sveitarfélögunum, það er að segja Reykjanesbæ, Árborg og Kópavogi og fleirum og það er alveg rétt sem fram kom hjá Margréti að það hafa mörg eða einhver sveitarfélög, fleiri en þessi þrjú, gefið til kynna að þau vilji skoða þetta en þau svara ekki spurningunni ætlar að vera með eða ætlar ekki að vera með. Og þá myndaði svona tíma í þessu hópi þessara 3 sveitarfélaga, Reykjanesbæjar, Árborgar og Kópavogs, líka svona spurning, ætlum við að vera 3 bara að keyra það áfram eða ætla að fleira að vera með og menn voru svona aðeins svona að velta þessu fyrir sér. En ég kannast ekki við, eins og ég sagði áðan, að þetta hafi verið kallað algjört rugl. Ég bara tengi ekki við það. Hins vegar fannst mér þessi umræða og þessi svona þessar vangaveltur mikilvægi verkefnisins og hvort það væri að skila því sem við óskuðum eftir og svona. Mér fannst hún bara góð. Þetta var bara svona gagnrýnin pæling hvernig við erum að ráðstafa fjármunum. Hins vegar var niðurstaðan sú síðan í samtali okkar 3, mín Ármanns bæjarstjóri í Kópavogi og Gísla bæjarstjóri í Árborg, að við ákváðum að leggja til að það yrði haldið áfram og við erum til í það að þróa þetta áfram. Og það er niðurstaðan
en verkefni þarf að eiga heima einhver staðar í kerfinu hjá okkur og ég ræddi þetta meðal annars við lýðheilsufulltrúa og lýðheilsuráð og niðurstaðan var svo í ljósi þess hversu margir mælikvarðar eru svona beint og óbeint kannski tengd í lýðheilsu, stór hluti af þeim og það getur verið ágætt af því að sigurgestur hefur eins og hér hefur komið fram ýmsum öðrum hnöppum að hneppa og það var ekkert ráð með málið, þetta var bara bæjarráð sem ákvaða þáttöku og þess vegna var ég og voru við sigurgestur að sinna þessu í fyrra en núna þarf verkefni að eiga heima einhvers staðar og það svona pælingin að lýðheilsuráð eigi verkefnið og lýðheilsufulltrúi vinni það, hún var til í það, hún Guðrún og þar verkefni statt og Árborg og Kópavogur munu halda áfram í þessu og við 3 en það hafa ekki fleiri sveitarfélög tekið ákvörðun, það eru mörg ennþá að velta fyrir sér og hafa áhuga en ég heldur sér svolítið að bíða eftir því að við þróum þetta svolítið lengra, þessi 3. Við grunar það, svo þegar þetta orðið betra, þá kannski koma fleiri að. En það nú stundu þannig að það oft, þurfa einhverjir að ryðja slóðuna og, hvað segir maður, ryðja brautina. Já, við erum kannski svolítið að því. Já, með leyfi fundarins langar með að segja nokkur orðum þetta. Við fengum þessa fyrirspurn hvort að þetta ætti heima undir lýðheilsuráði. Ég tók því bara fagnandi. Ég held að þetta sé bara verkefni sem á svo sannarlega heima þar. Þetta svona þverfaglegt verkefni og það alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders bendir á og við höfum náttúrulega verið saman í þessari vegferð alveg frá því að þetta kom til og þessi tillaga kom upp í bæjar á þessum tíma og ég veit að þetta verkefni sem búið að vera lengi í þróun erlendis og 3 sveitarfélög af 74 hefur einmitt að ryðja þessa braut en í samtali okkar í þessari vegferð þá hefur náttúrulega verið velt upp hvort að þetta ágæta verkefni fái kannski ekki mestan byr í seglin ef að samband íslenska sveitafélaga komið að því. Ég velti því fyrir mér. En við erum búin að fara þessa vegferð og ég held að það sé mjög gott fyrir okkur að nýta þessa mælikvarða fyrst og fremst fyrir okkur. Miklu frekar heldur en samanburð við önnur sveitafélag. Og það er alveg rétt, það er hægt að velja ýmsa mælikvarða. Og ég hef nú, eins og þið kannski þekkið, þá hef ég meðal annars verið gagnrýnin á ýmsa mælikvarða sem við höfum verið að nota. Sveitafélagið kom ekki vel út í lýðheilsuvísum hérna fyrir 2 árum síðan, þar sem að sérstaklega var verið að minnast á ungar mæður í sveitafélaginu, sem dæmi. Einhver mælikvarði sem var ákveðin að setja þar. Mér fannst það var ósangjörn umræða sem dæmi. En þarna var unnin mikil og góð vinna af sigurgesti og bæjarstjórar og fleiri sem aðkomu og þetta var kynnt vel í fyrra, í loka ás sem ég man rétt og ég spenntur fyrir þessari vegferð en ég vil að við svona pössum okkur svolítið á því að þegar við erum að setja okkur mælikvarða þá þurfa það að vera raunhæfir til samanburðar og Kópavogsbær hóf þessa vegferð fyrir töluverðu síðan og þeir hafa kannski verið það sveitafélag sem að hafa kannski mesta reynslu af því að setja sér slíka mælikvarða og ég var við það meðal annars á UT-messu sem að haldin var í Hörpu fyrir skömmu. Þar var Kópavogsbær sérstaklega að kynna sína mælikvarða og tölvu og tækninýjungar sem að þeir eru að taka í notkun og er að bjóða öðrum sveitafélögum sem að mér þótti nú út af fyrir sig áhugavert. Ég vissi nú ekki að sveitafélögum væri kannski beint að selja slíka þjónustu en þeir eru duglegir að horfa út fyrir ramman. Þeir voru til að mynda fyrsta sveitafélagi til þess að ráða títtnefndan lýðheilsufulltrúa í starf og að gera það góða vinnu þar, þannig að það er gott að horfa til þeirra sem að gera flotta hluti en svo verðum við líka að taka inn í að svona verkefni þróast í ýmsar áttir. Ég auðvitað vonast til þess að þessi vegferð okkar nýtist okkur til þess að við getum fylgst með okkar gangi í þessum mælikvörðum.
Hvort að það síðan í framtíðinni leiði af sér að allir hoppum borð, það verður bara komið ljós. En ég skil það vel þegar svona þverfaglega vinnu að ræða. Það oft úvöndi að ráða hver á að leiða það verkefni, en ég treysti alveg lýðheilsufulltrúa til þess. Og svo annað að þó svo að við höfum farið í þessa vegferð, þá þýðir það ekki að við höfum ekki vera gagnrýnin á þessa vinnu. Við erum að kaupa þjónustu af fyrirtæki og við tökum þátt í þróuninni og við eigum að spurja gagnrýna spurninga, bæði þá aðeins sem að standa að því og okkur sjálf, hvernig þetta nýtist okkur í okkar vegferð. Við eigum ekki að sigla bara áfram án þess að spyrja okkur að því, og ég vænti þess að og vonast til þess að fleiri sveitarfélög hoppi á vagnin. Það líklegast til árangurs, og best væri þetta öll sveitarfélög á landinu myndu taka þátt í þessu, og það þá bara gert undir sambandi íslenska sveitarfélaga. Væntanlega myndi taka skemmstan tíma. Orðið laust. Styrmir Gauti Fjellsteð, gjör svo vel Styrmir. Forseti, ég get ekki alveg tekið undir að það hafi verið niðurstaða fundarins að þetta verkefni var algjört rugl. En það var rætt að eins og þetta í dag, þá eru kannski tölunar og gögn sem þarna bak við ekki nægilega góðar. Það sé erfitt að lesa út úr niðurstöðunum. Það sé erfitt að fá nægilega gögn til þess að vinna úr, og erfitt að vita hvað þessar niðurstöður að segja okkur nákvæmlega stöðuna. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson að óska eftir orðinu. Gerðu svo vel, Baldur. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar, gestur. Ég ætla ekki að tala illa Styrmir. Þetta bara aðeins að fjalla þetta mál. Byrja á framfaravog sveitarfélagana. Þetta mjög áhugavert verkefni, en það alltaf algjör grundvöllur að þessar tölur sé að segja okkur eitthvað. Við getum treyst í að mælikvarðarnir sem við erum að leita eftir séu svona, raunhæfir og sé hægt að taka mark á þeim. En ég myndi alltaf vilja skoða, alltaf þegar maður að leita eftir upplýsingum, að safna upplýsingum, það alveg nóg til. Ég held að upplýsingar hafa aldrei verið eins mikið. Ég held að 90% af upplýsingunum sem við höfum aðgangað núna hafa orðið til á síðustu 10 árum. Við erum að safna svo gríðarlega miklu af upplýsingum, og í þessu verkefni að stýra bæjarfélaginu, þá þurfum við alveg að vera með fókusun á því hvaða upplýsingar viljum við fá og hvað ætlum við að gera í þessu. Hvernig ætlum við að bregðast við. Og það náttúrulega þetta fyrir á öll ráðin og alla starfsmenn út allt. Þannig að það greinlega ekki komið á það stig að við getum fara að nota upplýsingarnar. Þannig að ég myndi vilja spyrja þeirra spurningar, er þetta eitthvað sem við getum treyst? Er þetta eitthvað sem við getum notað? Og er þetta eitthvað sem við ætlum að nota? Ekki að skjóta á einn eða neinn, þetta eru spurningar sem ég myndi spyrja mig þegar maður fer í svona vegferð. Næsta verkefni sem sagt að það var mikið kynningar hjá framtíðarnefndinni. Ef maður les þarna fundagerðirnar, bara ef henni góða, vera í góðu sambandi og fá upplýsingar, safna upplýsingum áfram. Þarna verið að kynna verkefni og starfsemi Heklunar, uppbyggingarsjóð Suðurnesja og sóknaráætlunar Suðurnesja. Og af því að þetta tækifæri þá verði ég að grípa þetta vegna þess að máliðin mjög skylt, og þetta eins og ég nefndi áðan, núna þegar búið að leggja niður nýsköpunarmiðstöð, þá vera að horfa dálítið til félaga eins og þetta.
eins og atvinnuþróunarfélagi Heklan, sóknaráætlun landshluta. Það er verið að treysta dálítið á það. Þannig að ég ætla ekki að þreytast á því að minnast á það að við þurfum að vera miklu gildari í SSS. Heldur með einn fulltrúa sem er ekki síðan hluti af bæjarstjórnarteyminu, sko. Bæjarstjórnarteyminu, ætla ég að segja. Og alls ekki að gagnrýna Kolbrúnu. Þetta er ekki hennar vandamál. En ég hefði viljað hafa 2 fulltrúa frá Reykjanesbæ inn í stjórn SSS. Ég er ennþá á því. Og mun fylgja því eftir þá þegar við höldum næsta aðalfund að það verið gert. Vegna þessa, væntanlega komið fram í þessari kynningu hjá Berglindi, að það er að aukast peningur inn í þessa leið. Peningur til landshlutans. Peningur sem við getum nýtt. Og það er dálítið óþægilegt fyrir mig að koma með einhverja hugmyndir því að ég er á hinum endanum vegna vinnu minnar, en ég get bara bent ykkur á þetta. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Og framtíðarnefnd gæti alveg líka verið, ég bara er að hugsa núna og stjórnskipulagi aftur, 3. skipti í dag, að atvinnumál gætu líka átt heima þarna. Ef það er ekki framtíðin að byggja upp atvinnu, þá veit ég ekki hvað. Þannig að það er alveg möguleiki, það er möguleiki að breyta ennþá. Og já, ég held að þetta sé bara komið. Bara ágætt, takk. Margrét Sanders hefur hvað til óskir, svo Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ánægjulegt að við erum sammála þetta SPI og þessa mælikvarða. Ég var í rauninni að lýsa þessari upplifun, þessara 2 fulltrúa sem eru í nefndinni, framtíðarnefndinni, þegar að kynningin fór fram og að það var ekki mikið trúveruleiki á þessa mælikvarða og hvernig þetta væri. Og hérna er ég með fyrir fram að mig mælaborð. Og þegar að hort á mælaborð, þá er þetta mjög gott mælaborð. Og þar eru litir, hvernig verið að standa sig og svo framvegis. Ef við horfum á hvað er á bakvið SPI, og mér finnst mikilvægt að þið verum öll búin að tala það eru atriði þarna sem að við þurfum betri upplýsingar með og þurfum að finna. Við erum til dæmis, einn af þessu heild er grunnmenntun. Þar er verið að tala um ánægju foreldra, í bæði leik- og grunnskólum sem að við erum bara algjörlega að standa okkur vel þar, bara með mjög háa prósentu miðað við önnur, ef við viljum miða okkur við það, svo getum við séð hvort það er að batna og svona. En það sem ég er að segja með lýðheilsufræðingin, ég hefði frekar vilja sjá bara einhvern annan sjá þetta, því að nóg er samt að því að þetta er bara einn hluti, ég ætla ekki að segja lítill hluti, en við erum að tala um menntunina, við erum að tala um samrænduprófin, við erum að tala um skólasókn, við erum að tala um kjörsókn, við erum að tala um umhverfis- og skipulagsmál, við erum að tala um ruslið, við erum að tala um öryggismál, við erum að tala um umhverfisvernd, við erum að tala um bæjarfélagi í heildsinni, þess vegna sé ég ekki tenginguna á heildarmyndinni að lýðheilsufulltrúi eigi að sjá það. En við tölum það bara það síðar. Ég vil sjá okkur taka þetta föstum tökum, að við útlitum bara hverjum þá sviðstjóri eða eins og til dæmis grunnmenntun. Þá er það bara sviðstjóri fræðslusvið sem sér það og síðan heilsa og líðan, það er þá lýðheilsufulltrúi sem sér það, frekar en að lýðheilsufulltrúi eigi að hafa yfir svo með þessu. Af því ég held bara hreinlega að miða við að það er bæjar, ef ég skilði allan þannig að í Kópavogi, að þar er bæjarritari segi ég, að hann er með þetta mál. Væntanlega heitir hann sviðstjóri eða framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs. En svona í heildina að þá eru fullt af mælikvörðum þarna sem eru algjörlega skotheldir
og eru bara hægt að styðjast við, en við verðum þá bara sortera og passa okkur á að taka hinn ekki sem heilugum sannleika. En aðalmálið það er tvennt sem ég vil þá ítreka hér. Það í fyrsta lagi að ég ekki, eða við erum ekki alveg á því að lýðheilsufulltrúi eigi að sjá þetta í heildina, en algjörlega vera bara all in eða að sjá og hugsa vel þessa vísa sem snýra henni. Og hitt málið að upplifun okkar fulltrúa í framtíðarnefndinni upplifði það þannig, komu á fundin og sögðu, burtu með þetta algjör trugl, og þau þekktu þetta ekki. Þannig að það eru einhver skilaboðarna sem að hafa verið þannig að þau voru bara ekki hress með SPI, þannig að við fórum að ræða hvað gekk og var að sýna þeim og fleira og fara yfir þetta. Já, með leyfi fundarins langar mig aftur að minnast á það að hverju ég tók svona vel í það að ráðið og lýðheilsufulltrúa væri falið þetta verkefni. Það þetta bara bæjarstjóra Reykjanesbæjar á hverjum tíma að fela starfsmönnum sínu verkefni. Menn geta síðan náttúrulega haft ýmsar skoðanir á því. SPI snýst fyrst og fremst það að mæla lífsgæði. Hverjum öðrum forsendum heldur fjárhagslega. Og það held ég að hafi nú kannski verið ástæðan fyrir því að ég tók svona vel í þetta. En það er auðvitað alveg rétt. Þetta eru auðvitað þverfaglegir mælikvarðar, en þeir byggja samt sem áður allir á raunhæfum gögnum, bara svo að því sé haldið til haga, og ég get alveg tekið undir með Margréti Sanders varðandi það. Og sagt aftur það sem ég myndist á áðan að það fór mikil vinna í það að velja þessa mælikvarða. Sitt sýnist hverjum í hvert einasta skipti sem verið að velja mælikvarða. Við gerum það í lífinu og við gerum það í sveitarfélaginu og svo framvegis. Voru þetta einu mælikvarðarnir sem komið til greina? Nei, ég veit fyrir víst að svo var ekki. En þetta voru þeir mælikvarðar sem að sveitarfélaginu komið sér saman og uppfylltu þau skilyrði sem að SPI setur á heimsvísu, sem þetta mjög mikilvægt líka til þess að verkefni þróist og dafni eins og til ætlast. Og önnur lönd hafa auðvitað nýtt sér þessa aðferðafræði svo munar. Og áhugavert fyrir þá sem eru að horfa og þá sem að vilja kynna sér að það hægt að fara á veraldavefinn og sjá hvernig önnur lönd og sveitarfélög og borgir hafa verið að nýta sér SPI til þess að mæla ýmislegt hjá sér, hvet sem flesta til þess að gera það. Orðið laust. Ef það ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð framtíðarnefndar frá 19. febrúar, þá ber ég fundargerðina undir fundin til samþykktar. Þeir ágætu bæjarfulltrúar sem geta samþykkt hana vinsamlega skifið merki og hún samþykkt 11.0. Næst það 7. mál á dagskrá afsakið sem fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 20. febrúar og Margrét Þórarinsdóttir hefur passið hljóðs. Gerðu svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég hér með fyrirspurni til hafnarstjóra Reykjaneshafnar og óskar eftir því að þær fari í fundargerð og verði bókaðar og þeim svarað sem fyrst á vettvangi bæjarstjórnar. Hverjar eru skuldir hér Reykjaneshafnar þann 1. janúar árið 2020? Í fundargerð frá 20. febrúar síðastliðnum kemur fram að endurfjármagna eigi langtíma skuldir hafnarinnar. Hvað eru þær háar? Hvað eru skammtíma skuldir hafnarinnar háar? Á sama fundi var veitt heimild til að taka skammtíma lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga til að mæta fjárþörf til greiðslu afborgana á skuldbindingum gagnvart sjóðnum meðan endurfjármögn þeirra skuldbindinga liggur fyrir. Hver er upphæð þessa láns? Vofir greiðslufall yfir Reykjaneshöfn komi þessi lánveiting ekki til? Hvað greiddi höfnin í vexti af lánum árið 2015, 16, 17, 18 og 19? Hverju voru tekjur Reykjaneshafnar 2015, 16, 17, 18 og 19? Er unnið að leiðum til að auka tekjur Reykjaneshafnar? Ef svo hverjar eru þær? Takk fyrir. Orðið laust fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar.
Ef að engir bæjarfulltrúar vilja kveðja sér hljóðs. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur gert það. Gjörðu svo vel, Guðný. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að koma inn á þetta, Margrét Þórarins, varðandi fyrirspurnina þína, að við vorum með hafnarstjórann, hvort það var fyrir hálfum mánuði eða mánuði síðan. Það var hérna með mjög góða kynningu og kannski bara gott að biðja hann að senda okkur það, þannig að við getum gluggað í það. En það var mjög fín yfirferð. Hjá honum meðal annars var hann að fara yfir tekjur á höfninni og fyrirhugað hvað hann væri að pæla þar, ýmis verkefni og annað. Þannig að það er kannski bara ráða að biðja hann að fá kynninguna frá hafnarstjóra. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, það var fundur með hafnarstjóra fyrir hálfum mánuði síðan og þegar ég fór yfir þessa kynningu þá vöknuðu þessar spurningar og þess vegna legg ég þær hér fram. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Þetta fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar. Svo ekki þá byrja fundagerðina undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina vinsamlega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst að afsakið fundagerð barnaverndarnefndar er lögð hér fram. 8. mál á dagskrá er erindisbréf framtíðarnefndar og orðið er laust erindisbréf framtíðarnefndar og Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Samkvæmt erindisbréfi framtíðarnefndar er nefndinni ætlað að fjalla helstu tækifæri áskoranir samfélagsins í framtíðinni, lýðræðislega þátttöku íbúa, lýðfræðilega breytingar, auka sjálfsvirknivæðingu, stafræna stjórnsýslu og skapa framtíðarstefnumörkun gagnvart loftslagsmálum og fleiru. Framtíðarnefndinni skipuð 5 fulltrúum og er það gagnrýnt enn á ný að allir flokkar sem hlutu kosningu bæjarstjórnarkosningum hafi ekki aðkomu að þessari nefnd. Það beinlínis fer gegn markmiðum nefndarinnar að útiloka bæjarfulltrúa frá starfi nefndarinnar þar sem eitt markmið með stofnun hennar er að fjalla lýðræðislega þátttöku íbúa. Hér með skora ég á meirihlutann að breyta þessum samþykktum til að raddir bæjarfulltrúa sem allir sækja umboð sitt í kjósenda komist að nefndavinnunni. Ég óska að þetta verði bókað. Já, orðið er laust erindisbréf framtíðarnefndar. Það eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi erindisbréfið. Ef svo er ekki, þá ber ég erindisbréfið undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt erindisbréfið vinsamlega skeiða merki. Og erindisbréfið er samþykkt 11.0. Næst er það framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar sem er 9. liður og jafnframt sá síðasti á dagskráni og gefi orðið laust varðandi framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lögð fram til fyrri umræðu stefna sem unnin hefur verið að starfsfólki bókasafnsins framtíðarstefnu og hún nefnist í takt við tímann. Glæsilegt og þakka þér fyrir, herra bæjarstjóri. Takk. Þetta eru vel unnin stefna í alla staði og mikill metnaður og hún er hér lögð fram til ykkar til þess að rýna í hana og mun svo vera lögð fram síðar með athugasemdum og breytingum ef ykkur finnst svo. Það er þannig að almenningsbókasöfnin er að þróast mjög hratt og mikið og það eru nýjar áskoranir og í þessari stefnu er tekið á þeim málum. En ég vil segja hérna að samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna að þá eiga bókasöfnin, almenningsbókasöfnin að gegna mikilvægur hlutverki og hérna þegar kemur að þróun og sjálfbærni samfélaga. Þessi stefna var lengi í vinnslu og mikill metnaður lagður í hana og
og þetta er gaman að sjá hvernig bókasafn eins og það var hérna á þegar maður var yngri og yfir það hvað bókasafn er að verða í dag. Ég velti því fyrir mér að hvort að það væri gott að við fengjum starfsmann bókasafnsins til þess að forstöðumann bókasafnsins til þess að kynna þessa skýrslu einhvern tíðan fyrir okkur í bæjarstjórn, þá erum við tökum hann aftur til kynningar. En það verður að segjast eins og er að ráðið, menningar- og atvinnuráð var mjög ánægt með þessa stefnu og gerir engar athugasemdir við hana, en ég vil þó ítreka það að þessi stefna er svo sannarlega háð því hvað við samþykjum í fjárhagsáætlun hvers árs. En eins og segir í stefnunni að þá búum við í þekkingarsamfélagi og það er hlutverk bókasafna að bjóða aðgang og tækifæri fyrir alla til að nýta sér upplýsingar og afla sér þekkingar. Þannig eru bókasöfnin leiðandi afl í þróun samfélaga og þannig viljum við hafa safnið okkar. En ég legg þessa skýrslu fram, þessa stefnu og endilega ef menn hafa áhuga að kynna sér hana nánar þá er sjálfgefið að haldin verið sérstök kynning á þessari stefnu til framtíðar. Margrét Sanders var búin að óska eftir orðinu. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil ítreka það sem ég sagði áðan að þetta er algjörlega og tek undir orð Friðjóns. Vinnan og það sem kemur fram þannig er algjörlega til fyrirmyndar. Þetta er nýstárlegt, þetta er metnaðarfullt og verður áhugavert og er áhugavert fyrir okkur öll að horfa á breytta tíma en auðvitað fer þetta eftir fjárhag hverju sinni. Það eru 2 atriði sem ég langar samt að nefna fyrir okkur öll bara til umhugsunar. Það er í fyrsta lagi, það er fyrsti liðurinn sem er þetta skemmtilega orðaður. Og það hefur ekkert með að gera, enda bý ég núna í Keflavíkurhverfi. En það stendur þarna í fyrsta lið, aðalsafnið í Keflavíkurhverfi verði elt og unnið að því að ná til íbúa í Innri Njarðvík og Ásbrú með útibúi. Og svo er verið að tala um að meiri hluti svarenda býr í Keflavíkurhverfi og svo framvegis. Þetta er framtíðarsýn og ég á vona því að við erum með miðbæinn í Keflavíkurhverfi og sem er gott. En það er umræða stjórnsýsluhúsið og umræða það hvort að bókasafnið eigi að vera þar. Og ég meiri segja heyrt í fleygt og algjörlega án nokkra skuldbindinga það sem ég er að segja núna, en ég hef heyrt þetta, að það væri mjög gott að setja til dæmis bókasafnið í fimleikahúsið ef það yrði byggt nýtt fimleikahús til framtíðar. Þetta er ein af hugmyndum, það er alls konar hugmyndir komna fram. Og það vill svo til að fimleikahúsið er í Njarðvíkurhverfi, það er hinum með við Reykjaneshöllin, eða þarna móti Reykjaneshöllinni, að ég held að það þurfa að orða þetta bara betur. Ég held að við gætum sagt að við viljum hafa safnið þarna nálagt miðbæ eða allavega öðruvísi heldur en það að við séum að taka svona stórt upp í okkur hvar það er að vera. Eins og ég segi að það sé í Keflavíkur og íbúa í Innri Njarðvík. Það getur líka verið bara að einhvers staðar eigi að vera og svo á að þjónusta þá vantilega skólunum og mismunandi hverfum eða eitthvað svona. En mér finnst þetta bara skemmtilegt orðalag, en þetta er framtíðarsýn, þannig að ég legg til að við og ég er alveg sammála þessari hugsun sem er þarna, en að mínum að það þarf að breyta orðalaginu. Og hitt er að það er 18. punktur að þar kemur fram að allar uppákomur, ég er hérna að fletta fyrir gefið, ég er komin hérna 18. liður, fjölbreyttir viðburðir verði í boði og þeir verði áfram öllum bæjarbúum að kostnaðarlausu. Mér finnst það bara frábært að hafa þetta kostnað, það er náttúrulega ekkert sem er frítt sko í sjálfu sér, en á kostnaðarlausu að þeir sé ekki að borga sérstaklega til þess að fara inn á fjölbreytta viðburði. Mér finnst ég taka stórt upp í okkur þarna. Það getur vel verið að þeir vilji fá sko þarna einhvern frægan tónlistamann og bókasafni, ég meina við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér
og það verði frjálsframlög eða að menn borg, þú veist, það bara seinni tíma mál. Þannig mér finnst að það ætti frekar að orði þetta þannig að gefa öllum kleift að koma og taka þátt og svo framvegis, að það sé ekki þá kostnaður sem að myndi aftra mönnum til þess að taka þátt í viðburðum. En að setja inn í stefnu að það er að vera öllum bæjarbúum á kostnaðarlausu og ég set svona spurningamerki við það. Þannig að ég legg til að við bara endurskoðum kannski orðalaðna, en ég vil ítreka það aftur, mér finnst þetta algjörlega til fyrirmyndar og frábært að sjá svona framtíðarsýn og svona náum við árangur að gera bæjarfélag okkar miklu betra. Já, Anna Sigríður Jóhannsdóttir hefur hvað sér ljós, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek undir orð þeirra sem að koma hér fram að þessi stefna er ótrúlega vel unnin og ég bara vil hrósa starfsmönnum bókasafnsins í Reykjanesbæ fyrir vel unna vinnu og það er bara svo margt spennandi í henni að ég í rauninni hugsaði bara að ef eitthvað af þessu verður þá munu allir íbúar geta í rauninni nýtt sér bara þessa þjónustu sem er verið að tala í þessari stefnu og það er nú þegar margt í þessu og hérna er bara verið að bæta við og horfa til framtíðar og þetta er mjög svona nýstálegt. En við erum jú að byggja stóran flottan grunnskóla í Innri Njarðvík og þar verður stórt bókasafn og það er ekki bara skóli, það er líka menningarmiðstöð. Stapaskóli verður líka menningarmiðstöð þar sem að verður stórt bókasafn fyrir íbúana, ekki bara fyrir nemendur. Og mér langar að nefna líka að við erum náttúrulega, bæjarfélagið okkur er ofsalega langt, 10 kilometrar eða eitthvað líka og það er mjög mikilvægt að staðsetja bókasöfn á góðum stöðum, hvort sem það heitir eitthvað hverfi eða hvað. Og við höfum verið að ræða húsnæði og þessi stefna, hún kallar á meira húsnæði. Og bókasafni er með mjög fjölbreytta og vel bara fjölbreytta, fyrst og fremst fjölbreytta viðburði. Nú þegar, það er mjög flott dagskrárhæðum. Ég sjálf hef sótt bara mjög áhugaverða viðburði hæðum og mér langar bara að nefna að við erum líka með 7 grunnskóla sem eru allir með skólabókasöfn og það er mikilvægt að þar sé fyrsta flokks þjónusta og bækur og allt til staðar inn í öllu skólanum okkar. Ég myndi vilja sjá og heyra því að starfsfólk bókasafnsins í Reykjanesbæ væri að vilja aðstoða grunnskólana að bæta skólabókasöfnin því að það skiptir miklu máli fyrir nemendur. Og ég vil bara þakka aftur fyrir þessa bara glæsilegu stefnu og minna á að lestur er jú lýðheilsumál líka. Takk. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti, góða bæjarfulltrúar, gestir. Þetta er mjög flott plagg, mjög flott framtíðarstefna. Það er mikil þróun í bókasafna geiranum út allan heim og þetta er orðið miklu meira heldur en bókasafn. Það er svona meiri félagsmiðstöðar. Ég hef verið að skoða þetta hér og þar og við erum kannski alveg að bera okkur saman við Boston en þar er alveg geggjað bókasafn þar sem að það er kaffihús sem er alltaf bara orðið eitthvað sjálfsagt í dag að sé inn á bókasafn, kaffihús, en það var líka sem sagt sjónvarpsstöð sem var á kaffihúsinu sem var með beina útsendingu og viðtöl og annað, bara svona eins og Hringbrauti eða eitthvað bara á staðanu sko. Svo er þetta orðið alls konar smiðjur, þetta er krakkahotn og unglingahotn og alls konar hotn og þau eru búin að vinna alveg rosalega vel. Þau eru svona komin með hugmyndafræðina inn í safni. Þetta er smá munur frá því þegar maður fór fyrst á bókasafnið sem var uppi í íþróttahúsinu í Myllubakkaskóla og það staflaði af bókum að maður sá valla í huldu fyrir aftan afgreiðsluborðið
og maður þurfti stiga því að maður var svo lítið til að geta farið upp í efstu hillurnar því að ég vildi byrja bara í A-inu og fara í gegnum safnið. Þannig að þetta er orðið gjörbylting í þessum fræðum og við þurfum alveg að leggjast yfir þetta. Þetta er gott grunnplagg og spá í það. Það er alveg að fara að sprengja utan á sér bara aðstæðan í Ráðhúsinu vegna þessa. Og ég tek undir þessa athugasemd hjá Margréti að það er alveg viðburðir nú þegar það sem er verið að borga og það er ekkert að því. Og það eru alls konar námskeið, Íslendingasögurnar og annað sem kostar eitthvað smáræði og það er ekkert að því, þannig að við þurfum ekkert endilega að halda því á lofti að þetta er að vera ókeipis. Það er bara að þetta sé hóflegt verð, þannig að sé hægt að halda viðburðina yfir höfuð. Og varðandi staðsetningu, já, við erum náttúrulega komin allt og langt inn í Njarðvík, við förum í Íþróttaakademíuna, þá er spurning hvort að við höldum okkur hinum megin við lóðamörkin og skoðum hérna slökkvistöðuna þegar þeir flytja úr henni og hérna mókum yfir hana og byggjum glæsilegt bókasafn þar eða förum niður á hérna HF-reitin og teiknum upp þar eitthvað skemmtilegt bókasafn / félagsmiðstöð, kaffihús, allt það. Þetta er bara gríðarlega skemmtilegt og spennandi verkefni, styður þetta heilshugar og býð spenntur eftir að við fylgjum þessari stefnu eftir. Já, hér ræðum við framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar. Það er nú ekkert langt síðan að menn voru svona á því máli að bókasafn myndu bara almennt loka. Myndu bara lokað og þetta er bara svona einhver fornaldra gripur, en svo er alls ekki í þessu tilviki hjá okkur. Bókasafnið sækir sér veðrið með hverju árinu sem líður. Þess vegna segi ég vegna þess að við höfum hér bæjarfulltrúar að vera að ræða framtíðina þess. Við vitum svo sem ekki hvað framtíðin byrja skauti sér, en þetta er virkilega mikið fagnaðarefni og ég sjálfur hef sótt bókasafnið stíft með mínum börnum og ég vona það að það haldi áfram að vaksa og dafna með þessari stefnu og við munum byggja þessu áframhaldandi góða starfi, góða umgjörð í framtíðinni. Nú orðið er laust framtíðarstefnu bókasafnsins og Friðjón Einarsson hefur hvassi hljós. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, ég þakka þessa umræðu góð og skemmtileg framtíðina. Ég held að sé alveg ljóst að húsnæði bókasafnsins í dag mun ekki henta til framtíðar. Bæði er eins og við vitum þörf fyrir húsnæði hugsanlega fyrir stjórnsýsluna og einhvern tímapunkti að þá þurfum við að færa bókasafnið eitthvað annað. En ég er aldrei sammála því sem Anna Sigríður sagði hérna áðan að sérstaklega í stuðningu við skóla og það kemur fram í þessari stefnu að stutt verði við leikskóla þannig að börn kynni snemma heimi bókmynda í gegnum sögustundur og heimsóknir. Stutt verði lestrarkennslu í leik- og grunnskólum með heimsóknum, fræðslu og upplýstri. Stutt verði skólabókasöfn, samræming á milli skóla til að tryggja jafnræði. Þetta er í mínum huga glæsileg og vel unnin stefna og ég vil þakka umræðuna og það athugasemdir sem hér hafa komið fram og ég legg til að þær athugasemdir sem menn hafa að koma þeim til okkar þannig að hægt sé að lagfæra og bæta þessa stefnu áður en við tökum hann aftur inn í seinni umræðu hérna í bæjarstjórn. En takk fyrir góð umræðu. Bæjarstjóri hefur óskað eftir orðinu. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er tvennt sem ég langar kannski að draga fram í þessar umræðu. Eins og aðrir byrju því að þakka fyrir gott plagg og hlakka til að sjá svona hvernig það þróast í höndum bæjarfulltrúa og bæjarstjórnar. En bókasöfn eru nú meira orðið svona upplýsingaveitur
í sinni víðustu mynd og breiðustu mynd, og eitt af því sem að við höfum verið að reka okkur á eða verða vör við og þurfum að bæta er erlendi hluti eða hvað maður segja, sá hluti bókasafnsins sem að á að hýsa og geyma erlendar bækur. Og þegar að sendiherra Póllands á Íslandi kom til okkar fyrst fyrir 1,5–2 árum, eitthvað svona í heimsókn, þá vildu þau hjónin fá að sjá bókasafnið sem var náttúrulega fengið mál, en það var bara þarna, þau kom inn og þau spurðu til dæmis hvar pólska deildin í bókasafninu, og ég vissi það ekki og við fórum niður og fundum þar halva hillu á pólskum bókum og hann hváði og honum fannst þetta skrítið og sagði við þurfum að vinna í þessu máli, og ég hygg að þetta eigi við náttúrulega fleiri þjóðerni, þó að þetta verði líklega aldrei hægt að vera með fullkomið bókasafn fyrir alla það þjóðir sem að hér búa, en þær eru rúmlega 60 núna, íbúar Reykjanesbæjar á rúmlega 60 þjóðum, en við þurfum að velja eitthvað af þessu stærstu hópum og gera þeim hærra og betur undir höfði. Hitt máli sem ég langar að nefna er að núna erum við að opna í Stapaskóla bókasafn næsta ári, eða vonandi í næsta vetur, og það hefur farið fram svolítið svona stefnumótandi pæling í því hver á að stýra því bókasafni. Er það skólinn eða er það bókasafnið? Og niðurstaðan úr því er svo að bókasafnið mun stýra því safni í góðu samstarfi við skólastjóran og kennara og starfsmenn og alla þar. Þannig að þetta er safn sem heitir blandað bókasafn. Þetta er sérst ekki skólasafn eingöngu og ekki almennt bókasafn, heldur svona blönduleið, og þá þurfti að ákveða það, taka formulega ákvörðun hver er þessi leiðir þá vinnu, og niðurstaðan er svo að það er bókasafnið okkar sem gerir það. Það á hins vegar ekki við önnur skólabókasafn. Þar er bara skólastjórinn og starfsmaður bókasafnsins í hverjum skóla ábyrgur fyrir því, og þannig að við reiknum með að innkaup inn í þetta safn í Stapaskóla verði til dæmis aðeins öðru vísi samsett heldur en í skólabókasafnum. Þarna þarf að vera líka almennt safn og svo náttúrulega hægt að færa á milli aðal safnsins sem nú er staðsett í Ráðhúsinu og svo þessa safns út í Stapaskóla. Því að þangað er íbúum í Innri-Njarðvík ætlað að sækja sína bækur og þá þjónustu sem að bókasafni veitir. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Já, orðið er laust framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar. Það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi þessa fyrstu umræðu, þá ber ég það hér undir fundin að vísa framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar til annar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi. Þeir sem geta stutt það, vinsamlega skifið merki. Það er samþykkt 11:0. Þá er dagskráin okkar hér á fundinum tæmd og ger ég hlé á meðan að gengið er frá fundagerð.
Fundagerð 583. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin í Merkinesi í Hljómahöll 3. mars 2020 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöfa Sandes, Margrét Þórðarsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Jasmína Krasnak. Í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál var fundagerð bæjarráðs 20. og 27. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laust fundagerðirnar. Til máls tóku Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Margrét Ólöfa Sandes, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartason, Baldur Þótt Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson sem lagði fram sameiginlega bókun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Bókun barst rafrænt þannig að ég óska til að ég var að lesa hann ekki. Fundagerðirnar eru samþykktar 11.0. Annað mál. Fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs 21. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laust eftirfarandi liði fundagerðarinnar frá 21. febrúar til sérstakar samþykktar. Annar liður fundagerðarinnar Ásabraut 15 niðurstaða grenndarkynningu var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Fjórði liður fundagerðarinnar Grófin 15 niðurstaða grenndarkynningar var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Fimmti liður fundagerðarinnar Dalsbraut 32-36 niðurstaða grenndarkynninga var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Sjöttu liður fundagerðarinnar Fitjar 3 niðurstaða grenndarkynningar var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Sjöundi liður fundagerðarinnar Hringbraut 46 breyta íbúð í tvíbýli var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Áttundi liður fundagerðarinnar Hólmbergsbraut 9 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðið laustu fundagerðina. Til máls tóku Margrét Ólöfa Sandes og Kjartan Már Kjartason. Fundagerðin samþykktu öðru leyti 11.0. Þriðja mál. Fundagerð lýðheilsuráðs 19. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Kjartan Már Kjartason, Baldur Þótt Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Fundagerð menningar- og atvinnuráðs 19. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tóku Margrét Ólöfa Sandes, Friðjón Einarsson, Baldur Þótt Guðmundsson, Margrét Þórðarsdóttir og Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Fimmta mál. Fundagerð framtíðarnefndar 19. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laustu fundagerðina. Til máls tóku Styrmi Gauti Fjellsteð, Margrét Ólöfa Sandes, Kjartan Már Kjartason, Jóhann Friðrik Friðriksson og Baldur Þótt Guðmundsson. Fundagerðin samþykkt 11.0. Sjötta mál. Fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar 20. febrúar 2020. Forseti gaf orðið laust fundagerðina. Til máls tók Margrét Þórðarsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun. Bókun barst rafrænt, herra forseti, og skattur að sleppa að lesa hana. Til máls tók Guðni Birna Guðmundsdóttir. Fundagerðin samþykkt 11.0. Sjöunda mál. Fundagerð barnaverndarnefndar 24. febrúar 2020 lögð fram. Áttunda mál. Erindisbréf framtíðarnefndar. Lagt fram erindisbréf framtíðarnefndar. Forseti gaf orðið laust. Til máls tók Margrét Þórðarsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun sem barst rafrænt því óskalega að sleppa að lesa hana. Erindisbréf framtíðarnefndar var samþykkt 11.0 óbreytt. Níunda mál. Framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar. Framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar var lögð fram til fyrri umræðu. Friðjón Einarsson fylgdi stefnunum hlaði. Forseti gaf orðið laust. Til máls tók Margrét Ólöfa Sandes, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson og Kjartan Már Kjartason. Bæjarstjórn samþykkir að vísa framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar til seinni umræðu 11.0. Jæja, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fundagerð 583. fundabæjarstjórnar fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina vinsamlegast gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þakka ykkur fyrir fundin og slít honum hér með.